Já, komið sæl gott fólk og verið velkomin í útsendingu 2 hjá okkur í GR-verkdeildinni í Rocket League. Ég heiti Brimar, einnig þekktur sem Broskallinn og verð með ykkur hér í dag. Og með mér er einhver maður sem að samfélagi hélt að væri búinn að láta sig hverfa norður en er búinn að ákveða að mæta aftur til okkar í stúdíóið. Velkomin, Króli. Takk fyrir mig, takk fyrir. Þetta verður æsböndi kvöld, takk fyrir að hafa mig. Og, ja, kvöld. Við vorum alltaf á kvöldin. Þetta er ekki eðlilegt. Já, nú erum við bara mættir hérna á sunnudegi. Það er allir ferskir hérna klukkan 2 á sunnudegi og ég held að það sé hreinlega bara betra ef eitthvað. Það er bara allir ferskari og einhver búinn að vera að spila yfir sig allan daginn. Nema kannski, hver veit, kannski er einhver búinn að vera að spila sig í gegnum alla nóttina og er að vakna hérna rétt fyrir leik. Þú veist, Daxi er líklegur. Já, það eru nokkrir hérna sem eru mjög líklegir til þess að gera eitthvað svoleiðis en bara frábært að hafa þið hérna með mér og gaman að líka bara breyta eins til. Við vorum alltaf 2 og 2 og nú er ég að fá hérna sikkvort dúoið með mér í stúdíóið og verður bara frábært að sjá hvernig þetta fer allt í dag en við hendum kannski bara upp dagskránni, stöðutöfluna fyrst, afsakið mig, það er fána hérna á skjáin okkar. Það er Þór 354, Dusty, Ómon, Stjarnan, Ravík, allt svona frekar líkt fyrrum deildum og árum. Já, í rauninni allt bara með feldu með þetta að gera. Þórsarinn á topnum bara eins og í fyrra. 354 og Dusty bara mjög svipað í fyrra, bara byrja fyrsta stert, Ómon, þú veist, þetta er náttúrulega sett upp þannig að við byrjum á erfiðuleikjunum fyrir liðin sem voru að koma upp eins og Ravík og Stjörnuna og þetta verður hins vegar bara á því sem líður bara mikið skemmtilegra. Algjörlega, þetta er náttúrulega bara eftir fyrstu vikuna eða fyrsta daginn. Við tökum þetta náttúrulega alla leikina okkar bara á einum degi og ákveðin lið lentu í sterkari liðum og allt svoleiðis en það eru held ég allir mjög vanir því að sjá deildina svona uppsetta til að byrja með en það sem að gerðist reyndar í síðustu viku var að það voru allir sópar sem að ég held að við sjáum ekki í dag þegar við fáum hérna dagskrána upp hjá okkur. Það er Stjarnan gegn Þór til að byrja daginn, Ravík gegn Ómon og 354 gegn Dusty. Þetta eru stórleikir núna. Sérstaklega Ravík, Ómon og 354 Dusty. Stjarnan verður bara pínu, þú veist það búast margir við að Stjarnan bara tapi. Bara skiljanlega, þetta eru Þórsarni, þetta er sterkasta liðið í deildinni. Þannig að það verður bara gaman að sjá hvort að Stjarnan geti náð einum leik. Það verður bara mjög gott fyrir að þið geta gert það. Algjörlega og er ég búinn að heyra að það er mögulega maður sem er ekki að fara að mæta hérna í dag fyrir Stjörnuna sem að gæti verið frekar sárt en Stjarnan eru með mjög unga og efnilega leikmenn sem að hafa spilað ekkert eðlilega mikið bara Rocket League yfir allt sumarið og í vor held ég líka. Þórsarar náttúrulega vanir leikmenn sem að eru bara að venda sína titla núna, eru búnir að vinna stórmeistara og Reykjavíkurleik hérna og síðustu deild og ég veit ekki hvað og hvað. Bara allan pakkan. Allan pakkan og halda næstum því sama liðinu og hafa verið með. Það er náttúrulega voru með Rexer síðustu deild, færðu sig yfir í Emilvald, skipti honum í raun bara út, skipti Rexer bara út í staðinn fyrir Emilvald, fóru bara í fullt íslenskt line-up og það hefur bara gengið. Já, þú veist, það er pínu gaman að sjá eitt lið sem er bara íslenskt line-up. Það er gaman að því og það sé best. Algjörlega, það er náttúrulega frábært að sjá svona öfluga íslenska leikmenn vera að taka bara reynilega yfir deildinni en við fáum kannski bara að sjá akkurat line-upi hjá Stjörnunni. Það er Smári 28, Daxi, Porsas og Skjaldbaka. Þarna Smári og Skjaldbaka báðir svona yngri strákar sem eru að koma sér inn í deildina og tóku þátt í stórmeistari í vor. Ég held þeir hafi ekkert verið með í deildinni neitt fyrir það, ef ég man rétt. Skelli og Smári? Nei, þeir voru ekkert í deildinni fyrir það. Ég held mér að Skelli hafi ekkert verið í fyrst deild í fyrra. Ég ætla ekki að fullyrða það.
ég man það ekki, en Daxi var hérna, þú veist, hann var í dropa og fleirum, þannig að þú veist, þú ert með smá reynslu á Daxa, Porsas líka, en upplýsingarna sem við fengum náttúrulega áðan var að einhver væri ekki að fara að spila. Já, og það er Porsas, þar sem að Finnarnir eru nú að spila held ég sjálfur Eru ekki að horfa á finalsið? Já, það gæti hennilega verið, það séu bara að horfa á eitthvað, nú veit ég ekki hvernig staðan er, sko. Mér minnir að ég séu að horfa á finalsið í RLCS núna. Já. Þannig að það er bara gaman og bara skemmtilegt fyrir þá, ég trúi ekki öðru. En ef við lítum aðeins á Þórsarana núna, þá eru við náttúrulega með Steb, Bjarna, Emil Vald og Paxol. Bjeitin, hvað? Já, ég er búinn að skamma drenginn fyrir þetta gengur ekki lengur. Nei. Hann breytir nafn á hverju einasta ári. Ef þú manst eftir því þá hét maðurinn held ég Munksy fyrst eða eitthvað þegar hann kom inn í deildina, eitthvað algjörlega fáránlegt og er búinn að breyta. En þetta eru reyndir menn og með mjög flottan á varamannabæknum. Já, Paxol. Nýr inn í Þórliðið. Heldur við fáum að sjá hann eitthvað yfir deildina eða? Ég held það bara svona þegar Steb og Bjarni eða Emil Vald komast ekki. Ég held að það munum mest sjá hann þar eða, hvað veit maður, kannski er Steb og Bjarni Emil Vald bara ekki í dagsformi. Þetta er náttúrulega oft dálítið mikið dagsform í Rocket League. Þannig að það verður bara gaman að sjá. Ég held við fáum eitthvað að sjá hann, en ég held að við fáum ekki mikið að sjá hann. Já, algjörlega. Steb náttúrulega búinn að vera hérna í mjög langan tíma, átti erfitt við að ná þessum titli þangað til hann náði loksins sínu besta line-upi hingað til. Emil Vald þekktur fyrir að vinna alla titla sem hann reynir að ná. Já, síðan líka bara ef við skoðum aðeins Emil, hann hefur verið í 14 liðum síðan hann byrjaði. Það var 2020 og byrjaði í GOAT Iceland, 14 liðum síðan þá. Hvernig er hægt að vera í 14 liðum? Er hann búinn að vera hérna svo lengi? Hann er búinn að vera að spila síðan 2020. Hann er í útlensku liðum og meira og svona nýjasta er hérna Bolorito Bandito. Já. Bolorito Bandito. En þeir kepptu til dæmis að opna RLCS núna í maí og júní og lentu að meðaltali í 20. sæti þar. Já, það er bara virkilega vel gert að koma svona langt og er þessi drengur náttúrulega bara besta stjarna sem að Ísland hefur fengið í bransanum. En ég er líka búinn að sjá mjög skemmtilega myndir frá alls konar spilurum núna nýlega þar sem að Rocket League er búinn að vera að matcha frekar astnalega upp í rankleikjunni þeirra. Og það er búið að vera mjög gaman að sjá svona alls konar stórstjörnur menn þeim eða á móti þeim í liði og síðan lenda þeir með einhverju silvers eða eitthvað svona líka. Þannig að, þú veist, það gæti verið einhver skemmtilegu silver player hafi fengið Emil Vald að karja sig hérna síðustu vikuna. En mér þætti þetta vera svona April Fool's dæmi á Rocket League. Bara svona aðeins að riðla í rankingsystemu en gefa síðan alltaf með maður tilbaka eftir 1. apríl. Já. Bara allt sem þú tapaðir eða vannst. Akkurat. Núna vill ég fá að heyra frá þér hvernig þessi leikur mun fara. Sko, hausinn minn segir að Þórsarar sópi þessu upp. Hjarta mitt stendur hins vegar með Daxa, þannig að ég vona að þið ná einu leik en Þórsararnir taki þetta 3-1. Já. 3-1, ég segi það, 3-1. 3-1 fyrir Þór. Það sem að við vitum að Porsas er ekki með í leiknum, þá ætla ég að spá 3-0 sigri fyrir Þór. Það er einfaldlega bara því að ég held að það vantar ennþá smá reynsluna upp á að halda sérstaklega í 3-mannabolta hjá þessum yngri strákum, halda hraðanum og passa sig að vera ekki að missa bara boltan frá sér of lengi. Þannig að Þórsarar geti bara tekið hann og labbað með hann alla leið, keyrt með hann alla leið. En 3-0 fyrir Þór er spáin og það verður gaman að sjá hvort að það fer svo. Ég hef fulla trú á mínu manni Smára. Já. Hann náttúrulega var með í mínu liði í Jötunni stórmeistara og ég held að hann sé frábær í leiknum og á eftir að koma skemmtilega og óvart. Ertu með eitthvað í stjörnunni í fantasy-liðinu þínu?
Ég er með 2. Þú með 2? Ég er með 2. Hvar eru þeir staðsettir? Þeir eru staðsettir báðir í vörn. Ok. Það er bæði Smári og Daxi. Ok. Og síðan er ég með Step og Bjarna frammi í fantasy-liðinu. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig það allt fer. En ég vona að sé líka bara að fara að styttast í leikinn, en kannski gott að heyra, hvað ert þú með í fantasy? Er einhverjur úr þessum liðum í fantasy-deildinni? Já, ég er með 2 Þórsara. Ég er með Step frammi í dag. Hann er nýkeiftur. Ég gerði þá einu breytingu núna í dag, tók Porsas út þar sem að hann náttúrulega fengur þær upplýsingar að hann yrði ekki, hann tók hann út. Og síðan Bjarni, hann var líka á miðinni hjá mér, hann fyrstu umferð og hann heldur sig þar. Algjörlega, það er náttúrulega bara mjög flott. En ég er náttúrulega, meiri hluti liðs míns er úr þessum 2 liðum. En liðin eru tilbúin og ætlum að fara að skella okkur í fyrsta leikinn milli Stjörnunar og Þórs. Og... Anna! Og... Afsakið þetta. Já, ok, fáum ekkert flyover, það er alltaf leið, við tölum bara í staðinn, þið elskið að heyra okkur tala. Já, mér er náttúrulega skemmtilegt Smára út, við erum náttúrulega, við munum líklega að sjá hann núna. Spila, hann Smára. Já. Hann er búinn að spila 5.800 leiki síðustu 2 season. Þá season 32 og 33 núna sem er í gangi í Rocket League. Frá því fór hann úr 1500 MMR sem er tæplega GC2 í 2000. Þetta er 500 MMR á seasoni. Þetta er eins og... Fyrir þá sem að skilja það, þetta er auðvitað rugglað. Fyrir þá sem hafa aldrei verið þarna uppi. Nei. Ég veit að þið fatti ekki neitt, því að ég fatti ekki neitt. En þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta season eru búin að spila tæplega 2500 leiki. 2500 leiki, það er hvað, 10.000 mínútur? Eitthvað svo leiðis. Já, þú veist, það er rugglað stat. Þetta er the man to watch. Algjörlega spurning hvort hann sé mögulega að fara í smá burnout, en hann er nú ennþá ungur, þannig að geti verið að hann geti ennst svona endalaust. Við ætlum bara að fá að skella þessum leik í gang, allir að koma sér inn á völlin, við sjáum allavega að Þórsson að stilla sér upp, Stjörnumenn er að koma sér hérna, við sjáum bara ekki í hornið, en þarna mæti síðasti maðurinn á völlin. Og það er eins og við tölum, það er Skjaldbaka sem kemur inn í staðinn fyrir Porsas og núna viljum við fá að heyra í leiknum líka, hækka aðeins í honum, en við byrjum á Þórsurum hérna hratt upp og Step heldur þessu gangandi. Daxi þarf að koma sér burt frá bæði Bjarni og Step hérna. Bjarni mæti bara á móti, Emil Vald ætti að vera mættur hérna og hann situr skotið, en það er varið að Smára. Step er næsti maður til að fylgja eftir og Smári kemur honum loksins út og Þórsarar byrja mjög sterkt. Emil, núna Skjalli nær að komast út í horni, Emil heldur pressunni áfram, Smári nær að poppa þessu nógu hátt svo Bjarni er ekki í skotinu, en Þórsarinn er ekki búinn. Step kemur svo Emil, en vel varið þarna hjá stjörnumönnum. Skjalli kemur sér fram, Smári er frammi með boost en nær ekki til boltans. Step í vandræðum en það sleppur með skrekkinn. Núna ná Þórsarinn aðeins að hreinsita Step upp vegginn, ekkert boost fyrir hann hins vegar. Þarf að gera vel en hann nær ekki að komast fram hjá Smára. Bjarni með stjórnaboltan á miðjunni kemur svo út á Emil Vald sem tekur þetta upp vegginn. Og núna klemma hann kannski, nei, það er tvísmellan af jörðinni en Emil nær sig ekki alveg í gegn. Þórsarar byrja stertina, Stjarnan samt að sína smá takt að náða að koma honum aðeins hérna fram. Bjarni situr þetta á marki, Daxi þarf að verja Emil Valdi næsti maður til að koma honum, situr hann að slána að reyna tvísmellin, hann hittir ekki almennilega, nær ekki í powerið á bakveð og Stjarnan heldur boltanum frá markinu. Ná að koma þið aðeins út, Step situr hann hérna fyrir fram að miðjuna. Emil Vald mætir Skjaldbaka og Smári þarf að verja þetta á línuna og Daxi þarf að mæta og nær því. Þessi Stjarnan er bara ótrúlega flottir í vörninni. Ég er að fá fullt af stigum hérna fyrir fantasy-liðið mitt. Ég ætlaði að fara að nefna núna Skjalli með skoti, Bjarni við þetta, Smári situr þetta í bakvegginn, reynir að finna Daxa, Emil Vald fyrir í boltan. Núna hættulegu bolti, skyndisóknin frá Þórsurum. Step í loftinu móti Skjalla, Step nær ekki skotinu niður. Smári nær hotbústinu sínu, Emil Vald nær að klemma þetta fram hjá honum. Skjalli situr þetta aftur út í hotnið. Við fulla stjórn á boltanum, fínt 50 fyrir stjórnumenn en Emil upp í bakvegginn, nær hann að lesa þetta, nei ekki alveg. Núna boltinn, dettur skemmtilega fyrir stjórnumenn, ná ekki að nýta þetta, Bjarni missur á boltanum, Smári núna 50 búst í loftinu, Emil Vald ekki, hann náði ekki boltanum hana.
fær samt boltan hérna í loftið og að fara með hann alla leið. Step mætir á móti Daxa, en Daxa gerir vel að halda honum burtu. Bjarni situr hann fyrir framan Emirvald sem kemur skotunni á markið og loksins brotnar vörnin hjá Stjörnunni og Þór ná fyrsta markinu. Emirvald hérna með gott skot í horni. Daxi svo nálægt í að ná þessu aftur burt. Stjarnan búin að standa sig svo vel í vörninni á móti þessum Þórsurum sem að gefast ekki upp á þessari pressu. 1-0 fyrir Þór þegar helmingurinn leikurinn búinn og Stepa Bjarni ætlaði nú bara að skora hérna strax aftur, fóru hérna 2 með ekkert búst. Emirvald situr það á markið og Skjaldbaka enn og aftur ver á línunni. Stjarnan að bjarga sér aðeins lengur. Emil núna í loftinu, nær þessu á hliðavegginn, nær að fylgja honum aðeins hérna með skoti, Skjalli verður þetta út, Daxi situr þetta óvart á Bjarna, hann með bústan Daxi til að verja. Step núna með fast skot á Bjarna, þetta var sending, þetta var ekkert skot, þetta var sending á Bjarna. Frábært spil hérna frá Þórsörunum. Daxi hann að missi boltan frá sér, neglur hann í hliðavegginn og Step nýtir sér það, sendingin á Bjarna frábær, vel staðsett hjá Þórsörunum hana. Algjörlega 2-0 fyrir Þór þegar rétt rúmar 2 mínútur eftir nóg tími fyrir Stjörnumenn að jafna þennan leik og gera betur, en Bjarni að leika sér með boltan. Stjörnumenn vissi ekkert hvað var í gangi og hreinlega lentu bara í hvorum öðrum hana. Smári og Daxi náðu ekki að tala nógu vel saman. Daxi fer yfir, Smári fer yfir boltan. Bjarni nær að gera þetta bara algjörlega einn og frá því að vera 0-0 þegar 2,5 mínútur eftir yfir í 3-0 þegar 2 mínútur eftir hrikalegt. Það erfitt fyrir hausinn, en Smári í loftinu núna fær flippi, kemst hann fram hjá Bjarna? Já, Step til varnar núna, Daxi kemst ekki fram hjá Step, Step 0 búst en hættulegu bolti, núna skotið fór eitthvað þarna, Smári í loftinu aftur. Þórsara náðu ekki að skora, því flott hann að flippri sett hjá Smára tvisvar. Step úr horninu sínu, ætlar að komast hérna fram hjá Skjalla, nærði ekki alveg. Daxi upp í loftið, Emirvald upp á mótunum, hann hefur betur, Skjalli á hliðavagnum, kemur þessu niður, Daxi nærði ekki til boltans. Núna Smári mútið Bjarna, Smári hefur betur, Step tilbúin að fylgja þessu, kemur þessu inn á miðju, Daxi nær hreinsir þetta út, Bjarni 1 til varnar. Nær ekki nógu góðri klemmu í burtu, Smári flott 50, Step á Bjarna, Bjarni 0 búst, Skjalli kemur svo út í hornið sitt, Smári hjálpar Daxi núna á Smára, Smári reynir skotið ekki nógu fast, Bjarni nær að bjarga sig, hann hittir ekki, Step nær að bjarga sig á línu þarna, Skjalli situr þetta í hornið, en þar bara engin. Emil í loftinu núna með búst, með flippið, en Daxi verður þetta, Step núna fylgir sér flott, sko, Daxi verður þetta á línunni, Bjarni núna heldur pressunni áfram, Daxi 0 búst, Bjarni reynir skotið, setur það bara út í næsta hot. Step reynir að koma sér fyrir, ekki nógu mikið kraftur á þessu. Smári hreinsar þetta fram hjá Emirvald, flottur toppurinn hjá Emirvald. Skemmtilegu 30 sekundur eftir Stjarnan þurfa að finna markið núna. Emirvald og Bjarni að reyna að spila þetta saman eða með lítið búst. Smári tekur bara boltan rólega niður, fer yfir hinum megin, en Step mæti vel á móti, stoppar þetta strax, en Daxi næsti maður með boltan. Bjarni fer upp í þetta, Emirvald var að fylgja eftir nær boltanum hana og 10 sekundur eftir þetta ætti að vera leikurinn fyrir Þór. Núna Emirvald með tækifæri til að bæta í, nær ekki að koma sér fram hjá leikmönnum Stjörnunnar og klukkan tifar niður hérna. Við erum komnir í síðustu sekundum og nú bara spurning hvort að boltin lendir í jörðinni eða í markinu og Þór taka fyrsta leik gegn Stjörnunni 1-0. Þú veist, lítið sem að Stjarnan gat gert, ég menna þeir eru þarna með 12 vörslur samanlagt, þetta er þinn dagur í fantasy og örugglega hjá fleirum sem að fagna þessu, og ég meina Emirvald með 11 skot. 11 skot, Bjarni hérna með 2 mörk og 4 skot, það líka að telja svo gríðarlega mikið, þessi mörk telja svo gríðarlega mikið í þessum leikjum, en við ætlum aðeins líklegast að taka bara smá pásu, kíkja hvort við fáum ekki hljóðið í leiknum. Það vantaði allan hjá okkur allan tíman, ég veit ekki hvort það vantaði líka í útsendinguna. Ég vona að þið hafið nú heyrt eitthvað í þessum leik, meira en ég, en góðir og slæmi punktar úr þessum leik. Þetta er kannski akkurat það sem við vorum að tala um. Þessi leikmenn eru gríðarlega sterkir hjá Stjörnunni, en það vantar smá reynsluna upp á 3 manna spilið. Já.
við vitum að flestir Íslendingar elska að spila tús Já. eða tveggjamanna leik og spila það helst þegar þeir eru að spila bara svona sjálfur í rangt en síðan mæta þeir í deildina og þetta er allt annar leikur þegar þú ert komin í þriggjamanna. Algjörlega, ég meina eina skiptið þar sem að ég spila sjálfur þrís er runni bara ég spila eiginlega bara þegar það er komið rank casual queue inn á Rocket League Íslandsservernum sko. Já, akkurat. Það er eina skiptið. En já, við ætlum að það verður smá tjekk á hljóðinu fyrir okkur þannig að það er smá lengra í næsta leik. Fengum að heyra það frá útsendingastjónunum okkar. Það er nefnilega smá breytingar í gangi í stúdíóinu meira heldur en bara að þú sést að yfirgefa okkur hérna norður. Nú, ok. Það er Kristín líka, Kartubla, er farin sem útsendingastjóri. Við erum búin að missa þann snilling frá okkur. Ég græt mig í svefn í nótt, sko. Já, ég held að ég gera það margir af því að við erum að sjá það fyrst núna hvað gerist þegar maðurinn sem að setti þetta hrikalega stóra útsendingapakka upp fer án þess að vera í símanum að leiðbeina allan tíman. En við ætlum að hverfa í smá stund og komum aftur inn bara eftir augnablik. Þarna erum við dottnir inn allavega okkur. Spurning hvort að þau heyra í okkur í streyminu. Já, ég vona það. Við búumst við því og við höldum bara áfram að spjalla. Já. Við fáum allan að ljósin í okkur, hann ég býst við að myndavélarnar séu líka að mæta á okkur. Jú, hann kemur af, við erum mættir aftur. Það vantar einn hérna. Já, það vantar, já. Við erum að brasa í þessu. Svona. Já, akkurat. Gerum bara svona á meðan og þá eru allir sáttir. Það er einn hérna. Það er einn hann, sko. Ég hef sett bara svona límt Red Bullinn hann, hann lítur út eins og einn. Já, þú veist, bara Summer Edition Red Bullinn bara. Já, hann kom það. Svona. Já. Ég held hann bara hérna. Summer Editionin er góður. Hann er góður, ég er akkurat að fá mér eitt svoleiðis. Fekk mér eitt svoleiðis líka í síðustu útsendingu. Ég fæ mér örugglega annar Red Bull hérna eins og síðast líka. Það er stórhættulegt að mæta hérna þegar maður, það er ekki allt of langt síðan maður vaknaði. Maður vaknaði klukkan svona 10 og góðum sunnudegi og hoppar í sturtu og svona og síðan kemur maður í stúdíu og þá veit maður náttúrulega að vakna þess betur og þá fær maður sér Red Bull og síðan er maður að öskra hérna allan tíman og þá fær maður sér annar Red Bull fyrir hálsinn og hann er bara algjörlega að bjarga mér allavega. Já, þú veist, ég er nú ekkert mikið Red Bull maður en ef hann er til. Ef hann er til? Ef hann er til. Ef það er ekkert annað í boði? Já, þá fæ ég mér hann, sko. Þannig að þú veist, það er bara, hann er góður. Já. En hvað þurfa stjörnumenn núna að gera til að nýta þetta? Það er pása núna, basically frí pása. Hvað eru þeir að gera núna? Hvað ættu þeir að vera að gera til að reyna að ná þessum einu sigri? Út af þessi einu sigur getur þýtt svo mikið í baráttunni hjá þessum minni liðum. Algjörlega. Það er náttúrulega lítið mér í síðasta leik. Þeir lentu náttúrulega bara í mikilli pressu frá fyrstu bara sekúndunni eiginlega frá Þór og það er eiginlega það helsta sem að þeir þurfa að breyta er bara að þeir þurfa að mæti boltan fyrst. Ef að þeir ná boltanum fyrst þá verður lífið svo miklu léttara heldur en að spila varnarleikinn og þurfa að spila sig alltaf úr honum. Það er akkurat, þú vilt vera spila proaktiv en ekki eftir á í raun, þú vilt ekki vera að svara þeim, þú vilt vera að láta þá svara þér. Já, það er það sem ég er að reyna að segja. Já, þú vilt bara að þeir fara að setjast á hælana sína allavega. Eitthvað allavega þeir þurfa aðeins í staðan fyrir að vera að hlaupa áfram eða þurfa að labba áfram. Já, það er
það er allavega strax betra en síðan vitum við náttúrulega þessi Þórsarar eru náttúrulega allir gríðarlega fljótir. Við sáum akkurat hvernig Emil Vald var svo duglegur að mæta þeim í loftinu. En það er akkurat málið, þegar hann var að mæta þeim í loftinu, þá voru þeir að svara Þórsarunum. Þeir voru að reyna að ná boltanum og koma þeim út frá sínum vallarhremlingi. Og þá var Emil Vald alltaf mættur tímalega í loftið. Þannig að spila hreinlega meira líka bara á milli sín. Það er eitthvað sem að Þórsarar gera langbest af öllum. Já. Það er að spila á milli sín. Við sáum það eitt frábært markreyndar í síðustu viku. Ég veit ekki hvort þú varst að fylgjast Jú, með. ég náði að fylgjast með. Já, það var þegar mér minnir þetta hafi verið Emil Vald sem sendi yfir á Step, sem sendi yfir á Bjarna eða eitthvað svoleiðis. En þetta var bara svona yfir völlin og þetta bara svona leiddi alla leið og beint í markið. Það er fallegt spil. Það er fallegt spil og það er akkurat það sem að vantar hjá Stjörnunni. Þeir eru mjög flottir í vörninni og þeir tala greinilega mjög vel saman þegar þeir eru í vörninni, en síðan þegar þeir voru að sækja þá var þetta oft einn að sækja og hann fekk boltan, var að reyna að fara í þessa svona bara hraða sókn til að mæta móti og Þórsarar náttúrulega þurfa að koma sér í vörn, en við sáum reyndar líka Smári ákvað að taka hana einn bolta frekar hægt, taka hann frekar upp vegginn og reyna að mæta Step svoleiðis, en Þórsarar láta ekkert plata sig að því. Nei. Þannig að það er pínu það sem þið þurfa að gera er kannski líka bara svona pínu klikkuð mús, prófa bara að negla í vegginn, sjá hvort þeir fá ekki bara boltan þannig fyrir sig. Já, það gæti alveg verið að væri málið sko. Það er bara svo erfitt að segja hvað á að gera á móti sterkur svona liði eins og Þór. Þeir stjórnuðu leiknum eiginlega frá að til öðana. Það var ekki skiptið þar sem þeir voru í vörninni eða náða, það var ekki tímapunktur þar sem þeir þurftu búst nema þegar þeir voru í loftinu búin að eyða bústinu sínu. Það var aldrei tímapunktur þegar þeir voru í vörnins eftir þessa skyndisókn hjá Stjörnunni þar sem þeim vantaði búst. Nei, einmitt. Það var alltaf allavega einn leikmaður með fullt búst einhvern veginn hjá Þór og það er eitthvað sem þeir klikka aldrei á. Það er, þeir meira sér að reynda að spila saman boltanum upp oft án þess að vera með búst, tveir saman að reyna að leika sér upp með boltan, en þá var alltaf maður fyrir aftan með fullt búst til að passa upp á það að loka og geima, þannig að það gæti verið tími fyrir búst. En við ætlum að halda áfram, skell okkur í leik númer 2. Við sjáum hvort við fáum eitthvað hljóð eða ekki, það verður bara að koma í ljós þegar við hoppum í leikinn, en það er Stjarnan gegn Þór og Þór er 1-0 yfir. Það verður gaman að sjá þetta allavega. Já. Þú veist. Þannig. Hann er komin á vegginn. Vegginn? Já, ég sé orpið okkar. Já. Þú veist, hvernig væri þetta? Við fyrir að lýsa bara svona? Já, allan tíman. Já. Það er reyndar sko, ég ætla nú að kasta gamla dúóinu mínum undir strætóinn og segja að hann dró alltaf stól og var að horfa á stóra skjáin. En við byrjum Stjarnan Þór, leikur 2. Emil Vald byrjar hratt með skoti en hittir ekki á markið. Smári hins vegar með skyndisókn og það er mark! Það er klemman! Það er klemman! Er þetta klemma? Þetta er klemma? Já, svona hálf... Ég veit ekki með klemmu. Ok. Rítarækt. Já, rítarækt. Þetta var gullfallegt spil hjá Stjörnunni, akkurat það sem þið vantaði, eitt langt skot og það er frábærlega gert. En Bjarni er mættur til að jafna á 2 sekúndum. Sjáum þetta aftur. Emil Vald býr þetta til með því að koma þeim upp. Bjarni er tilbúinn í þennan bolta. Emil Vald vissi nákvæmlega hvað hann var að gera þarna. Þetta var fallegt, þetta var mjög fallegt hjá Emil Vald, skemmtileg bíll líka, ég get eiginlega ekki hætt. Við sjáum hann núna, en Skjalli nær klemminu upp, Smári fyrstur upp í bolta með skoti, Bjarni nær að verja þetta út, Step núna með stjórnaboltan, missir á honum á hliðarvagnum, Daxi kemst fram hjá einum, nær að komast fram hjá Emil Vald, en það er Bjarni poppað upp af Emil Vald, hann feikar það fyrir Bjarna, núna eru þeir á afturfæturinn Þórsarar, Step verða út, Emil Vald fylgir þessu, situr þau hliðarvaginn. En Skjalli fyrstur í boltan, núna Step
kemur svo út af miðju, Smári fyrstur í boltan, kemur svo í hotnið, þar Bjarni missir á honum og opið Smári með seinna markið, 2 mörk frá honum Smára. Sjáum daginn aftur, Smári situr það í hotnið, Bjarni ekki alveg nægilega fljótur og Step ekki tilbúin í þetta og 2-1 Stjarnan eftir ekki einu sinni mínútu. Virkilega vel gert, Smári að búa til tækifæri fyrir sjálfa sig og það var akkurat það sem ég var að tala um, að negla í vegginn, fá Þórsara pínu í óþægilega stöðu en núna Emil Ávallt með bústið í loftinu, ætlar að sækja sjálfur Daxi, mætir honum í loftinu, næra konum út, Skjalli næra neglunum vinna fram, Step þessar mætir á móti, Bjarni núna næsti maður til að koma honum, ætlar að reyna eitthvað en Daxi mætir loftinu, virkilega vel gert, koma honum fljótt frá, Emil Ávallt næsti maður, þeir reyna aftur og aftur. Smári næra leiðist þetta, Bjarni heldur pressunni áfram, hann með búst, Daxi flott 50 í honum, Step tekur stjórnarboltanum, kemur sér fram hjá Skjalla, Daxi á bakveggnum sínum, missir af honum þarna, Step kemur sér í burtu, Step kemur sér í burtu þarna á Smári að hliðaveggnum, núna flott 50 hjá Smára á móti Emil Ávallt núna sem að var að bakka í þetta, Emil gerir vel, hann með búst, Skjalli aftastur á móti honum, núna Skjalli ekki nægilega gott 50, Bjarni með stjórn á boltanum, Emil Ávallt reyndi demma á hana, gekk ekki alveg. Þórsarar núna komnir í smá vörn, Emil Ávallt kemur honum bara alla leið út í hotn þar sem að Bjarni tekur á móti boltanum, situr hann yfir á Step sem að spila honum aftur upp en Daxi búinn að lesa þetta fyrir löngu, Emil Ávallt hins vegar bjargar þessu og stoppar stjörnuna strax, Step kemur honum ekki lengra áfram, núna Þórsarar ekki með mikið búst, Step nær hins vegar að bjarga þeim þarna og ætlar að gera þetta bara sjálfur, nær ekki að komast fram hjá þeim þrem en Emil Ávallt situr þetta í stöngina, ekki langt frá því að jafna leikinn, þurfum að tala um það að Þór einu marki undir eftir að hafa unnið fyrsta leikinn 3-0, Emil Ávallt núna með tækifæri, kemur honum upp sjálfur, með allt bústið til að leika sig við, Daxi situr þetta beint upp fyrir Step situr þetta laust á markið en fyrir í stöngina. Emil Ávallt núna situr til hliðar, Skjalli 0 búst, Bjarni núna með sendinguna á Step með skotið, núna þetta fór í slána, Daxi flott 50 hjá Emil Ávallt en boltinn liggur í lausu lofti, Bjarni reynir að finna Step hérna hinum megin, Step situr þetta í hliðarvegginn, næri ekki touchinu sem hann þarf, núna Bjarni situr þetta í hotni hjá stjörnumönnum, Daxi hoppar þessu hátt upp fyrir sjálfan sig, hvað gera næra skotinu niður, já og Step fyrir þetta rétt svo í slána og út, Emil Ávallt missir bolta frá sér þarna, Daxi reynir að finna Smára aftur, Smári reynir skotið, Bjarni tekur þetta rólega hjá sér upp hliðarvegginn, reynir að komast fram hjá Skjalla, Skjalli lætur ekki blekkja sig svona, Daxi nær boltan núna að þeim, Emil Ávallt í loftinu á móti Smára, vel hoppað hjá Smára, Step núna stjórn á boltanum og hættulegt spil þarna, Emil Ávallt upp hliðarvegginn með búst, Smári bömborunum, núna Daxi poppar þessu hátt upp, Smári upp á móti Bjarni með frábært skot og Þórsarar jafna leikinn, frábært hjá Þórsunum að finna þetta, Daxi ekki alveg nægilega gott, góð hreinsun í honum, Skjalli ekki tilbúin í þetta skot. Algjörlega Þór ná að jafna leikinn og 1:40 eftir hérna, Stjarnan vilja fá 1 mark í viðbót, vilja fá 1 leik inn í þetta, vorum að tala um það, við vorum að búast við Þórs sóp hérna þar sem að útlendingurinn hjá Stjörnunni ekki á staðnum í dag en núna Stjarnan í algjöru vitleysu, standa allir 3 saman og Emil Ávallt ætla að nýta sér þetta eða hvað, Smári gerir gríðarlega vel til að bjarga mönnunum sínum þarna, Step heldur þessu gangandi, kemur honum hérna í lofti, situr hann á vegginn en Smári tekur hann á bakveggnum, ætlar að fara alla leið sjálfur en Bjarni mætir honum í loftinu, stoppar þessa sókn, Daxi og Emil Ávallt mæta 50 sem að deyr niður, Emil Ávallt potur honum hérna frá Step en hann nær að fylgja þessu eftir, Skjalli kemur honum aftur niður hérna en Bjarni ekki með mikið búst en ætlar að leika sig með þetta, Emil Ávallt var tilbúinn að taka á móti honum hérna, Step situr hann aftur yfir á Bjarna sem ennþá ekki með neitt búst, Emil Ávallt núna mætir á móti Skjalla, gerir það vel, Stjarnan núna með smá tækifæri, Smári gerir þetta hins vegar ekki nógu vel, situr þetta beint á Step sem að færir þetta yfir á Bjarna og Emil Ávallt og Smári næstu til að mæta í hann, Bjarni núna 30 sekúndur eftir, Emil Ávallt situr þetta rétt yfir markið, Þórsarar eru í fullri sókn þegar lítið eftir, Smári kemur hún loksins út, Bjarni situr hann til hliðar, Emil Ávallt næsti maður eða hvað, Skjalli nær að koma þessu aðeins lengra fram og það allt í allt þegar 10 sekúndur eftir. Step núna kemst ekki fram hjá Smára, Emil Ávallt upp hliðarvegginn, Daxi fljótur að mæta honum,
Þórir Skjalli í boltan. Já, flott 50, hættulegur bolti. Daxi þarna, Step heldur svo lífi. Boltinn dettur til Smára, ennþá lífi. Smári á hliðarveggnum. Móti Bjarna, hættulegur bolti fyrir fram að markið og Þórsunum. Það bumpað og það bumpað aftur. Daxi hittir ekki á ramman. Það var alga lopið, það hitt enginn á markið. En það uppbótartími, overtime, uppbótartími í gullna marki, hvað sem vil kalla þetta hjá Þór og Stjörnunni. Daxi núna Emil Vald fær boltann frá Daxa og það tortíming, boltinn lekur á línunni, nei, Bjarni einhvern veginn að pota sig inn, boltinn lag hérna á línunni, sjáum þetta aftur, Emil Vald með flott sko, Daxi veran þetta þarna, ég sá það ekki alveg, þetta var eitt undarlegasta mark sem ég hef séð. Og þetta ekki markið sem að Stjarnan vildi til að klára þennan leik, staðan 2-0 fyrir Þór í leikjum og við hoppum aftur á okkur í smá, greinlega. Já. En það alltaf leið, Já, hoppum við bara á okkur í smá, þetta aðeins öðruvísi útsending en við erum vanir, en það bara flott. Ég bara dýrka myndavélina, þú ert reynda orðin pínu vanið að vera hinum með við hana, greinlega. Já, ég meira bara núna hinum með myndavélina alla daga og allstaðar, hvort það upp á fjöllum eða í fjárhúsi eða þú veist bara, hérna. Já, akkurat. En það núna smá stund bara þangað til við förum í þriðja leik. Þetta var mun jafnari leikur hjá Stjörnunni og Þór. Vel spilað í raun hjá Stjörnunni allan tíman. Komið sér í góða stöðu, voru yfir. Vantaði svo lítið upp á það að þið myndi skora á í rauninni 0 sekúndu ef maður getur sagt það, en mér heyrist við að fara aftur yfir í næsta leik. Ég heyri í bílunum koma sér af stað, við ætlum að geta að stoppa langan tíma núna. Komum okkur aftur inn í leikinina, Stjarnan gegn Þór, það leik nummer 3, getur Stjarnan komið sér aftur inn í þessa viðureign. Smári núna upp í loftinu, byrjar þetta þar en Step mættur, Emil Vald situr hann hérna beint á markið og Daxi átti aldrei séns í þennan. Sjáum við aftur Smári aðeins og lengi með hann hérna í loftinu, leyfi bara Step að stela honum sem að situr hann akkurat í hotvegginn. Emil Vald búinn að lesa þetta fyrir löngu og Daxi ekki tilbúinn í hvar skotið myndi fara. Þór komnir yfir 1-0 hérna eftir 9 sekúndur. Við sáum líka þarna Þórsarinn að verða pínu meira líkamlegir með bömpin sín og tortímingar í bara núna strax í byrjunni og það hjálpaði, en boltinn núna á vallarhelmingi Þórsara. Smári upp í loftið, Bjarni fljótur að mæta, boltinn dettur niður aftur til hans. Smári eitthvað þarna fyrir Daxa, Emil í loftinu á sínum eigin helming, feikar flippið þarna, sendir á Daxa, Daxi núna á Smára. Smári setur þetta til hliðar, poppar sig hátt upp, en Bjarni tortímið til Skjalla og allt opið. Algjörlega Þórsarar að búa til aðeins meira pláss núna með þessum tortímingum og bumpum, en Bjarni hittir ekki boltan til að skora þarna. Step núna komin í vörn á móti Smára. Smári ætlar að fara alla leið einn, en nær ekki að koma sér lengra. Daxi setur þetta á markið hins vegar. Bjarni, ég veit ekki hvort þetta fór í Íslána eða hvort Bjarni hafi náð að taka hann út, en Þórsarar sluppu þarna. Smári gerir enn og aftur mjög vel. Skjalli kemur þessu áfram á vegginn. Emil Vald ekki með mikið búst, gerir ágætlega, en Skjalli ætlaði bara að setja á markið. Emil Vald mættur á réttum tíma. Daxi þarf að taka hann hérna niður. Bjarni leifur hann ekkert að hafa boltinn of lengi hérna og síðan sprengtur af Smára. Tortímingarnar byrjar að pikka upp hérna. Skjalli setur á markið sem að Emil Vald ver. Stjarnan næstu búin að jafna leikinn þarna og Stjarnan bara hreinlega líklegri núna síðustu mínútuna. Núna Smári sittur til hliðar, finnur Daxa til hliðar en sendingin yfir á Skjalla sem lendir á Emil. Emil með nær ekki að lesa þetta á undan Skjalla. Smári upp í lofti, skoti frá Bjarna, tvisvar í slána. Skjalli bumpaðar Daxa en þetta sleppur. Skjalli með klemmuna að sínu eigin marki. Daxi með ekkert búst. Bjarni nær ekki að klára þetta. Smári sittur þetta á sitt eigin mark. Hvað í gangi? Núna Emil Vald af þakkinu með tvísmelluna af jörðinni. Wow! Enginn annar en Emil Vald sem að nýtir sér alla þessa óreiðu sem var í gangi þarna í vörninni á Stjörnunni. Stjarnan aðeins byrjar að missa hausinn þarna. Þetta gengur ekki svona, strákar. Nú verður það fara í næsta gír, koma ykkur á stað. Þið voruð að fara að vinna síðasta leik. Emil Vald núna pínu plataði þarna en sprengir bara mannin sem átt að taka hennar bolta. Emil Vald spilar hann aftur hérna upp á Step sem að setja hann hérna út í horni. Bjarni
Svo mættur hann að ná boltanum, gerir það ekki, Skelli kemur honum alla leiðina fram, Smári nær ekki bústunni og ákveður að bakka. Vald gerir þetta virkilega vel, hratt upp og það þarf að verja þennan bolta. Skelli kemur honum hérna út til hliðar, Daxi núna næsti maður til að reyna að koma honum fram. Skelli alla leiðina á miðjuna, Stef núna með skot en það fer ekki á markið þegar hann kemur með annað skot. Skelli nær að koma þessu út, Stjarnan í fastri vörn hérna, ná að gera virkilega vel að verja en Þórsarar halda þessari pressu svo gríðarlega vel uppi. Smári núna loksins að losa aðeins til en Stef mættur upp í loftið og undan öllum stjörnumennum. Bjarni komin hérna í skoti, ætlar að fara í tvísmelluna en það vel lesið á Skella, kemur hann strax út áður hann getur farið í smelluna og 2 mínútur eftir. Stjarnan þarf að finna einhverja glöfu hér. Núna gæti hún verið að mynda Stef, ekki nægilega gott 50, Skjalli með 100 boost, nær að komast fram hjá Emil Vald, núna nær að vera undan Skjalla í boltan. Emil yfir á Stef, Stef með skotið, það fram hjá Emil Vald með galopið mark eftir sendinguna. Frábært spil hérna frá þeim, við sjáum þetta hérna, Emil Vald á Stef, Stef hittir ekki alveg mann en það skiptir ekki máli. Emil Vald tilbúin í að fylgja 3-0. Hefði svo sem ekki komið mér á óvart ef að Skelli hefði náð boltanum hann þeir voru búin að vera svo gríðarlega flottir í vörninni Stjarnan en núna þetta að byrja að lítast út eins og fyrsti leikurinn og Stef ákveða bara að bæta í þarna klikkaði eitthvað hjá Stjörnunni. Sjáum þetta aftur, Smári fer í boltan, hittir hann ekki alveglega, Skjaldbaka ekki til í þennan og Stef smellur hann inn áður en að Skelli kemst í hann. 4-0 fyrir Þór þegar 1:40 eftir. Þetta síðasti sénsið hjá Stjörnunni, þannig að núna þarf að koma skot hríð frá þeim sem að kannski gerist hérna. Stef rétt nær að bumpa Daxa frá og fær bústið í horninu sínu, kemur svo inn á miðju. Skjalli, flott 50, Smári nær hann að fylgja þessu. Emil Vald klemmir þetta upp hliðarvegginn á sjálfan sig með skoti. Daxi núna í vörnin, nær að setja upp á Smára. Smári setja til hliðar, þar Bjarni sem heldur pressin áfram, nær hann tvísmellun, nei! Stef, flott 50 hjá Daxa í vörninni. Smári núna reynir að finna liðsfélag á miðjunni, finnur engan. Bjarni nær þessu, Stef úr þakinu, með flippið, nær skotinu, tortimingi frá Bjarna, allt galopið. Skjalli, ég veit ekki hvernig hann nær alltaf að hreinsa hennar bolta. Einhvern veginn en Emil Vald sláinn stönginu út. Bjarni reynir að finna Stef, Smári nær að koma sér fram í einum. Bjarni situr þetta á miðju, þar Daxi með búst. Bjarni fljótur að mæta en vel gert hjá Bjarna þarna. Þórsarar með algjöra stjórn á þessum leik. Emil Vald núna að reyna að spila hann upp hérna fyrir Bjarna, hann var bara alls ekki tilbúinn í þetta. Stjórnmenn á loksins aðeins hérna fram en Emil Vald ákveður bara að fara að sækja boltan fyrir sjálfan sig, flýgur inn áfram. Smári kemst aðeins í boltan, Daxi þarf að mæta hérna upp vegginn til að koma aðeins út en Stef mættur í þetta. Skjalli gerir hins vegar vel, komum hérna til hliðar þar sem að Smári með boltan. Emil Vald mjög fljótur upp í loftinu, Skjalli næsti maður til að koma hérna alla leiðinu út í horn. Stjarnan ekki að finna þessa glöfu og það allt of lítið eftir. Núna tíminn að tikka og það Þórsarar sem að bæta bara við. Emil Vald og Bjarni að spila hérna frábært spil. Sjáum að Daxi ætlar að reyna að koma sér yfir Emil Vald en sittur hann bara beint á hann. 9 sekúndur eftir í þessum síðasta leik. Ég ætla að staðfesta það hér og nú. Það ekki séns fyrir Stjörnuna að jafna þennan leik því miður. Nei, það í besta falli tekur 2 sekúndur að skora 1 mark í Rocket League. Stef missir á hann Bjarni, fær bara frýtt skot í staðinn og 6-0 loka tölur í seinasta leiknum í þessari viðureign. Fáum hins vegar GGS hérna frá öllum, þú veist, þetta í rauninni það sem við byggust við. Þetta nær því sem við byggust við í raun frá fyrsta leik. Já. Og mér langar að sjá stöttin í þessum leik út af að Emil Vald 800 stigana. Erum við ekki með stöttin hérna í húsi? Kannski ekki, en 800 stig Emil Vald. Þú veist, þeir sem að tíma að kaupa Emil Vald núna í fantasy-liðinu sínu eru himinlifandi og örugglega búin að poppa eitt Red Bull og Pringles í leiðinni kannski. Já, algjörlega. Ég vona nú að flesti sé að njóta sín heima hérna á góðum sunnudegi með eina Pringles og kannski eitt Red Bull akkurat. En þeir Þórsarar fara kannski bara að næla sér í einu svona. Maður vill kannski ekki vera með hérna, allt saltið á puttunum meðan þú ert að spila. Nei, enga veginn. Það samt alltaf mjög gaman að vera. Ég alltaf með eitthvað snarl, sko. Pringles alveg
dósin sem ég gríp í þegar ég fer í búðina, sko. Það gerist ekkert betra en smá snarl og tölvan, sko. Já, það akkurat málið. Ég held að það séu allir mjög vanið því, en Þórsarar taka hérna síðasta leik bara mjög grimmt. Ég held að flestir sem eru annarkvort með Emil Valdi eða Bjarna hana í Fantasy hafi verið mjög sáttu með hana síðustu 20 sekundunar að þeir hafi bara bætt í og akkurat Ég með Bjarna og Stef, bara ekki Emil Vald. Hins vegar var það Stef sem var frammi í þetta skipti. Já, ég held að hann hefði hreinlega skoraði fleiri stig í miðjuslottinu heldur en fremst í dag, sko. Það hefði verið betra, en stigur stig. Stigur stig, ég akkurat líka með Bjarna og Stef fremsta. Það kannski einhver las þetta betur heldur en við, kannski einhver með Stef í miðjunni og hina 2 Þórsarana fremst, hver veit. En við ætlum að skella okkur í smá auglýsingar og mætu síðan aftur í stúdíóið fyrir næsta leik. Sjáumst eftir augnablik. Já, verið sæl og kom bara velkomin aftur í Rocket League útsendingun okkar hérna GR-verkdeildarinnar. Við erum að mæta hérna í leik númer 2 eða viðureign númer 2 réttar sagt í dag og það er Ravík gegn Ómon. Já, það verður skemmtilegu leikur. Þetta er baráttan hver ætlar að vera best á rest eiginlega, eins og núna hver ætlar að halda sér í slagnum þetta 3. og 4. sæti.
til að vera með betra sæti í þá playoffs og eitthvað meira. Algjörlega, þetta eru lið einmitt sem að töpuðu bæði í fyrsta viðureign, svo sem ekkert skrítið við það, við spiluðu nú á móti, já það var, Það var Östi spilaði á móti Ravík og Ómon á móti Þór. Já, og það var engin Vano þar. Já, og það var engin Vano. Hann mættur aftur? Frá mínum bestu upplýsingum, já, ég ætla að vona það, ég er líka með hann í fantasíliðinu mínu frammi. Þú ert með hann í fantasíliðinu. Það er eins gott að hann sé núna nema Krissi hafi eitthvað, þú veist, verið að halda upplýsingum í burtu frá manni aftur. Já, hvað veit maður, þeir sendu það nú inn hérna nú ágætlega snemma held ég síðast. Það var hann að stóra spjalli með Dingo varðandi þessa fantasy-deild þar sem að hann var nú með 2 varamenn eða eitthvað svoleiðis í liðinu sínu. Við fáum kannski bara að hoppa í Ravík-liðið hérna upp á skjáin okkar, sjá hverjir eru að spila fyrir þá. Akkurat Tony, Maka, Danslan og Alfarin. Ég man ekki, sko Alfarin var að spila í síðustu viku. Já. Það var það ekki Tony? Nei, byrju. Hver var það sem það var ekki? Var það ekki Tony? Minna hafi verið Tony, jú. Tony. Ég verð að viðurkenna, ég man það ekki alveg. Nei. En það er alveg skemmtilegt einmitt með samt Alfarin var í Ómon. En Ravík á sig náttúrulega skemmtilega sögu samt. Það kemur og fer. Ravík var samt fyrst í season 3 í Early S-dildinni. Já. Frá því þar og þá varstu með, sko, þú varst með dálítið skemmtilegt line-up. Þú varst með gamla vinnið þinn, Snorra Gaming. Já. Þú varst með Atla, þú varst með Smívar og Óla. En það er náttúrulega allt öðruvísi í dag. Aðeins öðruvísi í dag. En Snorri var líka gamer, eins og nafni gefið til kynna, ekki bara caster. Sem að mætti var skráður í liðið og bjóst ekkert við því að þurfa að spila og mætti síðan bara tók einhverja 2 leiki eða eitthvað. Já. Bara af því að einhver var á leiðinni suður eða eitthvað svoleiðis þegar hann átti að vera í leik. En það er alltaf gamla góða sagan þar. Þetta er fyrir eitthvað skemmtilegt line-up en samt einhvern veginn menn sem að þurfa pínu að sanna sig eru ekki alveg búin að vera kannski þessar stórstjörnur og ekki kannski fólk sem að allir eru að fylgjast með. Alfarin alltaf með mjög langa reynslu held ég að hafi verið nú í þó nokkru liðum, höfum spilað með sko fullt af þeim bestu líka, var nú með spilaði með Bjarna á tímabili til dæmis og einhverjum svona stærri nöfnum en ég meina náttúrulega Vano líka. Já. Þú veist, Vano er búin að vera í þessari deild síðan 2022 með Breaking Sad, hann byrjaði þar. Breaking Sad. Já. Þannig að það var dálítið skemmtilegt, en ef við ekki bara líta á Ómon-liði, víst að við erum komnir hingað. Já, akkurat, fáum Ómon-liði hérna fyrir fram okkur. Það er Busy, Ómo, Vano og Krissi og já, ef að Vano er mættur á svæðið þá er þetta líklega Busy, Ómo og Vano sem að stilla sér hér upp í dag. Ég meina Krissi er skráður sub allavega, þannig að það er líklegast ef að Busy, Ómo og Vano eru allir ready. Þá ætti það að vera allavega line-upið. Ég meina samt sko Ómo og Vano, þeir hafa verið í Ómon alltaf. Ef að Ómon er í úrvalsdeild, þá er Ómo og Vano í því. Já, þeir spila frekar mikið saman. Mætti segja það allavega. En voru með, ég man nú ekki hvernig þeir stiltu sér upp í stórmeistara í vor. Það var nú Ómo, ef maður rétt. Já. Man bara ekki hverju voru með honum í stórmeistara sem að spiluðu undir Ómon. Sko, það, ef að minni mitt er ekki vitlaust, þá var það Daxi, Ómo, Vano og Stófer. Já, sem að gerðu gríðarlega hluti í stórmeistara. Já. Og fóru bara í úrslit á móti Þór, ef maður rétt. Það passar og lendi í öðru sæti. Þeir voru sópaðir, en þeir unnu 3-4. Hverjir hafa ekki verið sópaðir af Þór? Það er bara eðlilegasti hlutir heimi að vera sópaðir af Þór, sérstaklega hreinlega, maður getur næstu byrjað að kalla þetta heimavöll í Emil Valds og Steb, sko. Þeir mæta það oft á LAN að þetta er næstu bara þeirra place. Já. En þetta er gríðarlega flott line-up finnst mér og sérstaklega ef þeir eru að spila sitt helsta svona tríó að þá ættu þeir að gera stórkostlega hluti.
Við erum síðan bara tilbúnir í leikinn og ætlum að bara fara að skella okkur í því. Eigum við ekki bara fyrst að byrja á stóru spurningunni samt? Hvernig fer þetta? Hvernig fer þetta? Ég segi Oman 3-2. Ég segi Oman 3-1. 3-1. Við skulum bara sjá til með það, en ef við ekki bara dempa okkur í þetta? Það held ég, fáum hérna greiðlega fallega völlin okkar, allir að koma sér, stilla sér upp og sjáum hérna allir hægt og rólega að koma sér fyrir. Herðu, við fáum sterkustu line-upin, Dansland, Tony, Maka fyrir Ravík og Busy, Vano, Omo fyrir Oman. Líst vel á það og það Ravík sem að byrja sterkt, Maka með mark hérna strax eftir kick-off. Omo ætlaði að leika sér eitthvað með hann. Maka ákvaði að lesa þetta fyrir löngu og skella sér bara í markið. Ravík að byrja sterkt, þetta akkurat það sem þið þurftu eftir síðustu viku. Oman hins vegar þurfa líka á einhverju góðu að halda þar sem að þeir stóðu sig heldur ekki alveg nógu vel, en Omo núna með boltan í loftinu ætlar að gera eitthvað betur en hann gerði áðan. Núna Maka enn og aftur maðurinn sem hann tekur boltan af hann Vano og reynar komin frá Danslandina, hann böppaður af Dansland samt. Tony situr þetta niður á Maka sem að kemur hann aðeins lengra fram. Omo heldur hann á hliðinni, Vano reynar að spila honum upp á hann ekki með nógu mikið boost til að fylgja sig eftir. Omo í vandræðum þarna, ekki alveg vissum að þið geti spilað eitthvað upp úr þessu. Tony tekur bara boltan fram fyrir Ravík og nálægt í að koma honum fyrir. Omo búinn að lesa þetta vel og Busy setur þetta áfram á hann. Omo kemur honum yfir á miðjuna en aðeins svo langt þar sem hann fekk smá hjálp við að bumpa boltanum hana. Núna Maka með skotið, hættulegur bolti. Omo eitthvað úþægilegur á stöngina hana. Maka heldur pressuna áfram eftir að Omo verða út á hann. Núna í loftinu kemst fram í einum. Vano nær hins þetta bakveggunum sínum. Busy fær sendinguna frá Omo og Busy stelur þessu frá Omo. En 1-1, það jafnt aftur. 3:53 eftir að þessu galopið hana hjá Ravík. Ég sá ekki hver dýfði sér í þennan bolta, en það var einhver. Núna annarkvort fólk brjálæðir eða fagnandi eftir hvort þau séu með Busy eða Omo í fantasy-liðinu sínu. Já, ég meina, það skiptir líka máli hvað þú ert með hann á vellinum. Já, það reyndar alveg rétt. En Busy núna reynar að koma honum beint fram. Maka tekur bara á mótunum, búinn að vera virkilega flottur í loftinu til að byrja með og gerir þetta virkilega vel. Ætlar að fara bara sjálfur, en Busy loksins nær að svara honum. Busy niður. Herðu, galopið, Vano með tortiminguna. Vano, Tony nær þessu framhjá. Nær að verja þetta. Dansland komin inn tilbaka í takatíð. Busy nær að koma sér aftur fyrir. Lítið búst hjá Ravíkmönnum, en ná að leysa pressuna. Omo 100 bústu í horninu sinu, mikið búst hjá Omo. Vano tekur þetta af honum, fær hann flippið, nær hann að köttu sig inn, hann nær sendingunni inn. Busy með skoti, það framhjá. Vano hann snertir aðeins undir Busy og kemur hann í vonda stöðu. Dansland reynir hreinsuna, það bara Vano í rassinum hans þarna. Núna Busy í vörninni, nær að koma þessu tilbaka. Tony missur á boltanum. Maka mikil tími, tekur sinn tíma, ætlar að gera eitthvað við þetta, en Vano lætur ekki blekkja sig. Vano með bumpið. Virkilega vel spilað. Tekur boltan að Maka hérna, flippar þessu aðeins áfram og neglir Dansland bara í markið. Hann ætlaði ekki að leyfa honum að verja þennan bolta. Dansland bara situr kannski aðeins of lengi hann í markinu og Vano búinn að lesa þetta virkilega vel. Maka hins vegar komin upp í lofti, ætlar að gera þetta bara sjálfur, situr hann í vegginn, en Vano mætur á réttum stað. Nær ekki að koma honum fram hjá mörgum, en Busy kemur þessu alla leiðina fram, heldur þessu áfram gangandi hérna. Maka ætti samt að vera með boltan hérna, fer upp í loftið, ætlar að fara alla leið sjálfur, gerir það, fer alla leið, en Busy rétt nær að bjarga þessu á línunni, kemur honum aðeins hérna út. Omo ætlar að mæta strax á móti, situr hún hérna upp í hornið og situr hún fyrir fram á markið sem að Vano mættur, hann aðeins of hásending og Maka núna með tækifæri, ætlar að skjóta eða hvað, nei. Omo kemur í vegg fyrir það og fer síðan sjálfur með hann hérna upp að miðju og allt frekar svona í aft hérna, boltinn að fara hérna fram og tilbaka. Tony í loftinu reynir að finna liðsfélaga, en Vano færði hann á bolta í henduna, reynir að finna Busy. Dansland og Maka saman í hann á bolta, en þeir sleppa með þetta. Núna Omo reynir að koma sér fram hjá einum. Maka tortímt á honum, Busy reynir að finna Vano tilbaka. Vano reynir að hlaupa, en Tony nær þessu inn í markið og fram hjá Vano. Sjáum þetta aftur.
flott döngana hjá Tony. Ekkert sem þið geta gert. Busy bara, já, sendi á hann. Já, sko, þú segir alltaf Tony. Það er hana. Er þetta ekki Tony, eða? Þú veist, jú, já, nei. Já, ég ætla að halda áfram að segja Tony þegar Ómar er komið með boltan hérna fram fyrir Ómar. Og 1,5 mínútu eftir þegar allt er jafnt. Maka að reyna að spila boltan með eftir hérna upp í loftinu. Hann elskar að vera þar, en Vano situr fast skot. 2 hana frá Ómar, Busy og Vano syns mér vera að leika sér aðeins að þessu. Og Vano ákveður að taka skoti hérna rétt svo farið niður, en Ég tek þessu fagnandi með Vano frammi hjá mér. já, Vano að gera góða hluti frammi og ég held að það séu nú fleiri en þú sem að fagna því, en Ómó núna með boltan hérna í loftinu fer með hann frekar langt eða hvað kemur hann allan yfir miðjuna. Vano næsti maður með hann. Núna Tony situr hann hérna bara niður, er ekki með bústi til að fylgja þessu eftir. Dansland kemur þessu vel upp fyrir sjálfum sig, spilar hérna yfir á Maka, gerir það vel og hann klárar. Hrikalega flott spil hjá Ravík. Sjá þetta hjá Dansland, flýgur með hann hérna alla leið. Bömparunum var með resettið þarna, nær að spila honum yfir og Maka klárar þetta. Ómon lásu ekki að hann væri með resettið, byggust ekki við þessari sendingu. Held að þetta myndi ekki ganga, en Ómó núna ætlar að skora strax tilbaka. Tony nær að bjarga sig þegar mínúta er eftir. Allt í aftur hérna 3-3. Ómó bakvegurinn tekur þetta, reynir að finna Vano hérna hinum megin. Núna Vano með skotið fram, Ómó nær hann að finna ramman, stöngin inn. Þetta er fram og tilbaka hérna. Sjáum þetta aftur, Vano finnur Ómó hérna einhvers staðar á miðjunni. Það er engin Ravíkmaður tilbúin á miðjunni, báðir saman hann að hægra megin, Dansland og Tony. Algjörlega fram og tilbaka, þetta er pínu eins og að horfa á borðtennis, en að boltinn hættir ekki að vera í öðrum helming eða á miðjunni sem fer bara hérna fram og tilbaka. Og Makar með skotið og Busy þarf að verja þennan, virkilega vel gert. Makar kemur hann aftur á Dansland, ætlar að sitja hann út í hotn. Þeir þurfa að skora núna 30 sekúndur eftir. Ómó kemur hann hérna hátt upp í loftið, ætlar að sækja sjálfur. Busy var tilbúin í aðstöðuna en nærði ekki. Vano situr þetta hins vegar á markið og það er enginn til að verja þennan bolta. Hvar eru Ravík menn? Sjáum þetta, Tony situr hann upp, Dansland er framalega. Var þetta ekki bumpið? Var ekki Ómó með bumpið hann? Mér sýndist það. Tur að vera, Maka var allan bara frosinn, þannig að hlýtur að hafa verið bumpaður bara í öfu átt eða eitthvað svoleiðis. En Tony og Dansland reyna að koma með það fram, en Busy kemur með allt bústið á móti Maka sem að situr þetta fyrir neðan markið sitt, en Dansland sem betur fyrir á réttum stað. Núna þurfa að skora, það er ennþá tækifæri fyrir Ravík þegar 5 sekúndur eru eftir. Þetta er að klára staðið núna eða aldrei, strákar, og það gerist ekki. Ómon er með þennan leik, núna býðum við bara eftir að boltinn lendir í markinu eða í jörðinni. En sjáum það fer hana niður og Ómon taka fyrsta leikinn 5-3. Gríðarlega flottur leikur hjá báðum liðum. Rosalegt, ef við höldum okkur aðeins hérna fyrir stíginn, það er náttúrulega Vano hana 3 skot, 3 mörk, 100% skotnýting. Gerist varla betra en það? Nei, það bara gerist ekki betra en það. Sérstaklega, já, þarna mistu skorið okkar, en það er alltaf leið. Við sáum það helsta, það var 3 mörk á 3 skotum. Það vantar líka að bæta við hérna einum aftur þarna megin. Ég er svo langt frá þessu, þetta er hérna sko, já, akkurat. En þarna kom það, við þurftum bara að fela það, þess að Rebbolling kveikti á honum. En já, þú veist, gríðarlega flottur leikur. Maka byrjaði þetta fáránlega vel með því að stela boltanum bara hann í loftinu þegar Ómon ætlaði að fara að gera eitthvað sjálfur. Og síðan bara Ómon einhvern veginn rétt svo ná að klára þetta. En líka þetta spil hann frá Ravík á Maka og Dansland. Já. Flipprisetti á Dansland. Bara gaur. Gríðarlega vel gert og það mætti hreinlega segja að það væri fallegri spil hérna hjá Ravík í gangi, en það er ekki það sem að telur því miður. Þá er það stigin og mörkin, það er aðalega mörkin reyndar, þó að stigin telji mikið fyrir okkur þá sem er að horfa og okkur 60 sem eru með fantasílið, en núna eru komin í leik númer 2. Það er
Ómon sem að lenda í smá sóknina, ná ekki að gera mikið úr þessu, ekki með bústið hérna Maka, hann ætlar að reyna pottunum hérna áfram, gera það, fer yfir Busy en engin annar mættur með bústið og það bara ekkert búst á þessu Ravik-liði, hann kemur það loksins inn, Vano náði ekki að nýta tækifærið og staðan úr 0 eftir 30 sekundur. Maka núna undir Busy, upp í lofti með bumpið! Maka! Wow! Falleg spil hérna, fer undir Busy, Busy fer aðeins átt og fer aftur yfir hann Maka og það bara bumpið Ómó. Þú veist, lítið hann að hægt að gera þarna. Maka sá það sem að Vano gerði í fyrsta leik og ákvaði að segja ég get gert betur og núna staðan 1-0 fyrir Ravik þegar 30 sekundur eru búnar. Það Vano hins vegar með boltan sem að situr hann yfir á Ómó. Ómó ætlar að koma sér á markið, hittir bara bakvækinn en Busy tekur boltan hérna í hornið. Tóni einhvern veginn næra koma þessum frá sér, Danslan kemur honum fram en Vano mættir á réttum stað og það boltinn frekar fastur hérna núna Ravik megin. Núna Ómó niður á Vano, Vano með skoti, Maka verið þetta á línunni, Busy heldur pressuna áfram, reynir að finna Ómó niðri, Ómó næri ekki alveg nógu miklu krafti á þetta, Busy reyndi að finna Vano en Ómó aftastur hérna eftir hreinsunna, fær 100 bústið, Tóni missir á boltanum, Ómó með flippið, finnur að liðsfélaga, nei, klemman hættuleg fyrir Busy, Busy í vandræðum með það, nær að gera þetta vel á móti Tóni, nær klemmunni niður á Vano, Vano móti Danslan, flott 50 í honum, fyrir vegginn með smá búst, nær klemmunni niður, inn á miðjuna, núna Ómó, ekki nægilega gott skot og Danslan á hliðavegginn, nær klemmunni hana fram hjá Busy, Busy hjálpar honum, Vano tilbúinn eins og vanlega. Ómóni gera góðan leik hérna, Busy núna með skotið í bakvegginn, allar í tvísmelluna, hittir ekki á markið, þú varst að hitta á ramman þegar þú færir þetta tækifæri Busy og hann fær annað tækifæri til að gera það. Vano situr þetta upp fyrir hann, sá mistökin hjá sínu manni og sagði nei, hérna þetta fyrir þig Busy minn og Busy jafna leikinn þegar 2 mínútur eru búnar, nóg eftir af þessum leik. Ravik núna fyrir að koma sér aftur yfir, víða frekar vel í þeirri stöðu greinlega, samt ekki nógu vel þar sem að Ómon eru alltaf að finna svarið. Vano situr þetta á markið og vörnin hjá Ravik ekki alveg til staðar hana. Ég vil eiginlega sjá þetta aftur hérna, Tóni nær ekki að lesa þetta Danslan aðeins og framalega frá the back post aftari stönginni, bara aðeins og framalega og þetta fer fram hjá honum. Bara basic dæmi sem á að vera í lagi. Algjörlega, nú sjáum við Busy með tækifærið að Vano tekur skoti fyrst og þetta fer í slá og stöng og út og Busy fær að klára þetta. Vano að búa til annað tækifæri fyrir sinn mann, hann elskar að gera þetta, Maka gerir þetta vel að komandum hana, ég held að hann hafi varið þetta í slána og síðan yfir í stöngina en Busy fyrsti maðurinn til að finna boltan og klára þetta 3-1 fyrir Ómó. Núna breytist hratt í þessum leik. Busy verður bara að koma með heilan stapla silfurfötum frá Vano og núna var sending frá Þýskalandi bara Ómó upp hliðavegginn, upp í þakið, finnur Vano á Busy, ná ekki að fylgja þessu, Ómó situr tilbaka á Vano, nei, bara sjálfan sig, Maka heldur pressu, núna hættuleg bolti, Vano frábært chaindas hann á hliðaveggnum, opið núna, Busy nær hann að klára þetta, hann feikar, Tóni nær að verja þetta, ég veit ekki hvort að Busy reyndi að feika þetta lukkaði ekki alveg þannig, en pressan heldur áfram á Ravik, Tóni núna nær að poppa þessu til hliðar, Busy bara mikið fljótari að mæta og heldur pressunni, hættuleg bolti fyrir framann, Ómó missir á hennu, Tóni með lítið búst hérna á móti Vano, Danslan á miðjunni, Vano bara fljótur að lesta, hann byrtist bara. Algjörlega núna Danslan reynar að koma hérna aðeins lengra fram en þar eru þeir bara tveir í róleitum sem að taka á móti Busy núna með allt bústi í heiminum þegar hann fer hérna upp allan völlin á hliðaveggnum en Danslan tekur nú bara rólega á móti sig en Busy núna aftur með tækifærið, kemur þess á markið en Maka situr hann langt fram, Ómó nær að spila þetta niður á Vano kemur honum upp í loftið, Tóni nær að koma honum hérna niður til hliðar, Maka bjargar þessu síðan, Danslan á að vera með hennar bolta yfir á Maka og Maka flýgur hann sjálfur eða ætlar hann að spila yfir á Tóni, reynir að sitja hérna á Tóni en það eru 3 Ómómenn sem að ná ekki að koma sig út en einhvern veginn bjargast þetta, engin með búst eftir hins vegar hjá Ómon,
Bissi núna með bústið ætlar að reyna að koma að bjarga þessu bolta, gerir það, fer síðan bara sjálfur með þetta og Vano einhvern veginn mættu með bústið, núna Maka nær að verja þetta frá honum og Ravík núna í vandræðum eftir þennan stóra möguleika sem þau voru með þarna þegar Óman voru algjörlega í ruglinu. Danslan í loftinu núna með flippið, með skoti, Tóni fyrir með honum hana, ekki nægilega gott, Vano ekkert búst, Maka með 100 búst á mótornum, hvað gerir Vano, hann bara flippar í burtu, fær 100 búst í horninu, Bissi reynir skotið þarna og Vano upp í loftið, nær hann tvísmellunni, nei, Danslan nær að koma sér í burtu frá honum, Ómo heldur pressinu áfram, Tóni missir á boltanum hann að Maka upp í loftunum móti Bissi, Maka hefur betur en boltinn dettur í hendur Vano, Vano úr þakinu með sendinguna, með skoti, tvísmellan af jörðinni og 4-1 fyrir Ómon. Vano gerir þetta svo fagmannlega, tvísmellan af jörðinni eins og við sáum Emirvald gera á móti Stjörnunni áðan, fallegt, ekkert annað hægt að segja. Algjörlega, þeir voru nú tveir tilbúnir í þetta, Ómó ætlaði nú að fá að klára þetta fyrir Vano en Vano sagði ég get nú gert þetta bara sjálfur. Ómó núna með flip-resetti, kemur honum niður og gerir þetta greiðarlega vel, þetta fyrir stöngina, hann fer út og Bissi hittir ekki boltan. Strákar, þetta er svo nálægt í, þeir eru búin að lenda nokkru sinnum í einhverju svona venjulega hafa þeir náð að klára þetta, spurning hvort það kemur hérna Bissi, Vano nær ekki að setja þetta á markið og boltinn lendir í jörðinni og voru svo nálægt í að bæta einu marki viðbót en Ómon með miklu betri stjórn á þessum leik heldur en síðasta. Já, bara mikið meiri stjórn, við sáum það þarna lítið að tækifærum fyrir okkar menn í Ravík, bara þeir voru mest allan partinn bara í vörninni. Fengu þarna rosalegt tækifæri einu sinni þar sem þeir voru þrír Ómon-menn sitjandi hérna saman í jörðinni, boltinn lendir í miðjunni á þeim, Já. Skoppar upp og síðan gerist það ekkert hjá Ravík. Nei. Það er bara, þeir voru ekki tilbúinir í þetta, þeir vissu ekkert hvað þeir átt að gera og Ómon einhvern veginn nær bjargu sig, sitja þeir út í horn og koma nú síðan fram. En Ravík þurfa klárlega að fara meira í svona taktuna sem voru í fyrsta leik. Ómon eru nú bara, ég vil segja að þeir hafi verið óheppnir að skora ekki fleiri mörk. Já. Bissi, sko, ef að Bissi var að klára öll mörkin sín sjálfur, hann var með fullt af tækifærum til þess. Já. Ef hann væri bara kláraði sjálfur, þá held ég að það væri bara, sko, einn besti bara leikur hjá bara einhverju leikmanni sem við séð núna fyrstu 2 vikurnar. Já, bara. En hann þurfti alltaf litla, svona smá hjálp frá Vano til að koma sér inn. En þá förum við í leik númer 3 á milli Ravík og Ómon. Er þetta að vera sópur númer 2 hjá okkur í dag. Ég væri nú til í að fara að sjá einhverja leiki fara aðeins jafnar þar sem að við erum búin að fá 3 sópa í síðustu viku, 1 sóp í þessari viku en núna Tóni nær að bjarga sig og línunni Bissi mætir og potar þessu stöngin þetta fer aðeins út. Maka rétt nær að bjarga sig aðeins lengra, Ómó er ekki mættur rétt tíma, núna Maka ætlaði að ná í bústið Bissi á undan og þeir ná ekki að búa til neitt eftir þetta eða hvað. Tóni er nú á leiðilegum stað, Bissi þarf að mæta á mótunum hann í loftinu, Vano næsti maður upp, tekur hann hérna rólega áfram en Danslan mætir á móti, núna Maka situr hann inn í stöngin og það er sjálfmark! Nei! Ómó! Var þetta ekki Ómó? Ég er nokkuð viss um að þetta hafi verið Ómó minn. Þú veist, hversu óheppinn getur einn drengur verið í þessum leik? Ég veit ekki hversu oft í rank casual, í competitive síðan spila, hann skorar alltaf eina ostaköku. Já, það er gamla góða ostakakan sem að þið kallið þetta alltaf. Ég ætla að halda mér við sjálfsmarkið, ég er nýr í senunni til að vera að kalla þetta alltaf ostaköku. Ég var ekki þegar sá maður elskaði að gera það en Tóni núna kemur honum aðeins lengra fram og Ravík ætlaði að fara að bæta við marki en Bissi flýgur hérna langt upp, er bumpaður, hann nær ekki að fylgja þessu eftir. Maka núna komin aðeins lengra upp en Ómó gera það vel að koma honum áfram. Vano ekki alveg tilbúin í þetta, Bissi nær að koma nú aftur inn að Vano en enn og aftur Vano ekki alveg til staðar, ekki rétt staðsettur. Ómó kemur hann til liðar, kemur hann fram hjá Maka, núna er tækifærið, komin hann hratt upp, Ómó. Vano nær að spila aðeins áfram en Ravík gera vel að stoppa þetta strax. Núna Vano og Ómó með skotið, Ómó
svarar fyrir sig. Jæja, þetta komið. Hann allavega lagaði mistökun síðan á hann. Algjörlega, og strax svo ég sleppi orðinu að þeir hafi verið að losa boltan að þá skora Ómon einhvern veginn út úr þessu. Hélt að Ravík væri með betri stöðu á þessu en 1-1 þegar 1,5 búinn. Núna Ómó tekur þetta upp af veggnum sínum, er með fullt búst, Maka upp á mótunum. Ómó fer yfir hann, núna hættulegt Dansland verið þetta út til hliðar á sjálfan sig, klemmir hann upp liðaveginn. Dust klemma Bissi, setur þetta tilbaka á Ómó. Ómó poppar sig upp á sjálfan sig, næri þess ekki alveg nú vel en Ómó á Vano, Ómó, Bissi. Þetta frábær spil, Dansland verið þetta. Maka núna í loftinu, er með boost, fær ekki flippi. Vano svo fljótur í loftinu að mæti þessu. Hann mætir aftur með 0 boost eiginlega. Tóni gerir vel í vörninni, eldur sig í horninu. Vano kemur þessu fyrir, hættulegu bolti. Dansland nær að hreinsa þetta núna. Ómó missir hann frá sér en Tóni í skotið í hornið. Ómon núna í smá varnarleik. Dansland reynar að koma hérna fram með núna Ómon að fara í skyndisóknina. Maka gerir vel að negla þessu aðeins lengra burt en Bissi nær að spila þetta aftur inn. Tóni nær að koma þessu aðeins lengra út. Ómó hins vegar með boltanina inn í miðjuna þar sem að engin liðsmaður var, en núna Bissi gerir þetta vel, setur þetta fyrir fram á marki. Maka nær að verja á Vano og klárar þetta núna fyrir Bissi í staðinn fyrir að spila hann aftur á hann. Og sjáum þetta, Bissi að er að búa til svo mikið af þessum tækifærum. Ómó bumpar hérna gríðarlega vel og Vano klárar þetta. Þetta er pínu bara stíllinn hjá þeim. Bissi býr til eitthvað tækifæri, Ómó fer í bumpið og Vano annarkvort klárar þetta eða þá spilar aftur á Bissi til að klára þetta. Já, það er bara annarkvort það. Maka, Ravíkmenn vilja svara þessu núna, eru einu marki undir. Dansland á móti Vano hefur betur núna. Sendingin fyrir, Bissi er mættið tilbaka, tekur stjórn á boltanum hérna, gerir það vel. Maka heldur pressunni áfram, er með flippið, nær ekki dönginu á Vano. 0 boost á Vano, hann fær hornið þarna. Ómó í loftinu, reynir að gera einhverja skemmtilega loftfimleika. Flott 50, Bissi núna með möstíinn, með opið mark. Ég vissi ekki að markið voru opið en það gerðist. Sjáum þetta aftur, kannski var annað bump hérna í gangi já, Vano og Ómó tilbúnir í bumpi á Tóni. Hann fær ekkert að spila hennar leik og Ómó að nýta sér það svo vel að vera að ýta andstæðingunum burt. Þetta er gríðarlega svona öflugt trikk til að nota en flestir reyndar finnst þetta hundleðilegt og ég skil það bara mjög vel. En núna Ómó aftur að búa til tækifæri. Bissi situr hann hérna bara næstu á marki. Maka nær ekki í hann. Vano núna tilbúinn eftir að Ómó fór bara í gegnum á alla en sem betur fer Maka ennþá í vörninni núna. Dansla með tækifæri hinn menn og gerir þetta bara sjálfur. Flippar þessu yfir Bissi sem að hafði engin svör. Sjáum þarna Dansland límir boltan við bílinn hjá sér. Ekki besta flikki sem þú getur náð þarna en það var nóg. Bissi bjóst ekki við því. Bissi bjóst ekki við því og mér fannst það bara að vera virkilega flott. Ég get ekki gert þetta sko. Dansland núna tækifæri fyrir Ravík strax eftir kick-offið. Dansland með stjórn á boltanum, fram hjá Bissi aftur. Vano setur þetta í hornið sitt, nær tvísmellunni upp. Nei, núna engin Ravík maður fljótur upp. Maka reynir að finna Tóni, gerir það ekki. Vano í bakveginn, Dansland er tilbúinn þar, tekur stjórn á þessu í loftinu, neglur þessu inn á miðju, fylgir boltanum, flott 50. En Maka ekki alveg nálægt til að fylgja þessu. Tóni aftastur, gerir vel, kemst fram hjá Vano en er tortímt. Bissi sendir tilbaka á Ómó. Nei, bara sjálfan sig, herðu, ég bjóst ekki við þessu. Gerir þetta vel. Eru núna pínu fastir inn í miðjunni, veit ekki alveg hvað er að gerast. Ómó núna loksins nær koma boltanum að markinu. Tóni gerir þetta ekki vel og Bissi nýtir það. Tóni ekki alveg með ekki alveg á tánum hana í vörninni. Keyrir hana bara boltan upp í vegginn og Bissi næsti maður. Kemur Ómon hérna 2 mörkum yfir þegar 30 sekundur eru eftir. Þannig förum við í þetta kick-off. Tóni reynar að koma sér fyrir fram að dansluna en Bissi næsti maður í og Maka þarf að verja þennan. Bissi ætlaði að búa til tækifæri enn og aftur. Núna Ómó kemur honum hérna fram, kemur honum yfir 2, kemur hann yfir 3, nei! Dansland síðasti maðurinn í vörninni nær að bjarga þessu. Bissi þarf að koma sér hérna að sér, gerir þetta virkilega vel, kemur þessu fram hjá 2 eða hvað, nei, Dansland nær enn og aftur að taka boltan fram.
Tóni núna með opið mark, nær ekki að hitta á markið og þetta var síðasta tækifærið hjá Ravík. Hafðum sett þetta á markið, hefði verið 1 sekúnda eftir sem hefði dugað til að geta mögulega jafnað en staðan 4-2 í þessum síðasta leik og 3-0. Við erum að fá annan sóp hérna bara til að byrja þessa, já, bara viku 2 hjá okkur. Ég meina, það er ekki alveg það sem ég bjóst við í þessum leik en... Nei, við vorum ekki að spá þessu. Nei, og hins vegar það helsta, jú, það voru mikið af flottum hlutum hjá Ravík. En það helsta sem ég tók frá þessu var pínu hvað, eins og þarna í seinasta markinu, hvað Tóni var pínu óákveðinn. Já, algjörlega. Hann sá Ómó þarna, en hann sneri rétt átt, hann hefði getað farið í hennar bolta og þá var bara, út af allir Ómenn voru á sama reitnum. Já, þetta var smá mistök hjá Ravík sem að svo sem mjög eðlilegt. Við sáum mistök hérna báðum megin, fram og tilbaka. Þetta eru liðin sem að við erum kannski að búast við að vera að berjast svona, já, ég vil segja 4. sætið, Ómon, Ravík og ég veit ekki hver annar reyndar. En eftir þennan leik þá vil ég segja að Ravík vill nú bara vera að berjast fyrir 5. sætið, bara til að berjast fyrir eitthvað sæti í raunin eftir þetta. Í rauninni er það, þú veist, svona líklegast þó að allt getur gerst. Ég meina að Ravík getur unnið Ómon næst. Já. Þú veist, ef að Ravík bara þau vinna Dusty. Eða ef þau vinna 3-4. Það getur allt gerst. Ég meina, bara koma sér saman, spila meira, 3 fyrir Ravík. Ég held að það sé það helst að segja þurfa að gera. Mér sýndist það bara hvernig spilið þeirra var. Jú, það var kemistríið gott, en það vantaði pínu þetta loka og vörnin, sérstaklega. Ég meina danslan svona mestuleiti, allavega það sem ég tók eftir var, hann var ekki á backpostinu. Hann var komin ofan í Tóni í eitt skipti og það leiddi að marki. Það er bara algjörlega svoleiðis. Við förum síðan í aðra stutta pásu áður við förum í síðasta leikinn sem Dusty gegn 3-4. Þetta er barátta líklegt annað sætið þar sem Þórsarar elska að vera á toppnum en ekki fara langt, við erum að fara í mest spennandi leikinn í dag.
komið sæl aftur og við erum mætt hérna aftur í þetta gullfallega stúdíó Arena Gaming. Við erum að fara að mæta í mest spennandi leik, vil ég segja bara deildarinnar sem við höfum séð. 3-5-4 gegn Dusty. Fyrir utan það, ég var orðinn svo spenntur að sjá Rexer gegn Crypto. Og við fáum síðan að heyra það að þessir yndislugu finnar okkar ákveða að fara eitthvað burt akkurat þegar þessi leikur er. Þannig að Rexer er ekki til staðar og við erum ekki að fara að sjá þessa baráttu. Þeir voru sem sagt bara að skipta lið, þið sem vitið ekki af því. Þá var Rexer í Dusty, Crypto var í 3-4 og það sem var að gerast var bara liðaskipta hjá þeim. Rexer er komin í 3-4, Crypto er komin í Dusty. Ég var að fara að búast við hérna bara gríðarlegum leik, bara að reyna að sýna hver er betri útlendingurinn og að þetta hafi verið mistök eða eitthvað hjá 3-4 að breyta eða eitthvað svona dæmi. En nei, Rexer er ekki einu sinni til staðar, þannig að við fáum bara eitthvað skemmtilega leik og fáum kannski bara 3-5-4 line-upi hérna upp á skjáinn til að sjá hverjir verða þá 3 sem að spila í dag strax og það kemur upp þarna Dan, Rexer, Pes og Vex. Það þýðir að Dan, Pes og Vex eru að spila það sem að Rexer er ekki til staðar. Já, það er þannig. En hins vegar dálítið gaman er náttúrulega, eins og ég sagði á hann, Rexer og Porsas eru liðsfélaga líka. Bara í öðru liði þar sem spila úti. Finnarnir, sko. En þetta er bara svo gott lið. Þetta er virkilega gott lið. Ég hef full og trú á að Vex komi sterkt inn í staðinn fyrir Rexer. Það er svo sem mjög erfitt að vera að koma inn í staðinn fyrir Rexer þar sem hann var nú, held ég, talinn MVP deildarinnar hérna í fyrra. Hann var samt ekki stigahæstur. Hann var ekki stigahæstur, en veistu hver það var? Ég bara hreinlega manna ekki, þú varst að segja mér það. Já, ég var að segja það á hann. Ég lá pínu yfir Wikipedia í morgun og fleiri og ball chasing og meira. Og þar var Vano okkar. Hann var á toppnum en Rexer aðeins, hvað var það? 30 stigum frá því að vera stigahæstur með honum. Næs ljóð. Þetta er alltaf gott ljóð, sko. En, þú veist, Dusty liðið, það má ekki afskrifa það. Já, við fáum það hérna upp, bara skellum því Vatima, Crypto, Usyk og Bins. Ég segi allavega Bins, er það ekki bara Bins? Jú, það er Bins. 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 En hérna erum við náttúrulega með gamla góða Vatima, ég held að hann sé orðinn elstur núna í deildinni. Er það ekki? Jú, ég held að það sé alveg komið á hreint hjá okkur. Við erum með hérna elsta, reyndasta mannin í deildinni sem er Vatima. Við erum með Crypto sem er búinn að spila með, spilaði með einhverju öðru liði í íslensku áður en hann kom yfir í 3-4, eða er hann alltaf búinn að vera hjá þeim? Hann spilaði, var hann ekki fyrst hjá Þórs? Nei, þú veist, ég núna bara þori ekki að segja það. En ég get sagt að Van og Vatima eru jafn gamlir. Já. Þeir eru báðir elstir. Þannig að elsti íslendingurinn og elsti útlendingurinn. Já, basically. En sko, við vitum náttúrulega að Rexer byrjaði hjá Þór, fór yfir í Dusty og endaði síðan hérna hjá 3-4 núna. Crypto búinn að vera að spila, held ég allan að síðustu 2 seasons hjá 3-4. Hefur staðið sér virkilega vel. Núna komin yfir í Dusty þar sem að Rexer tók hans stað. Usyk, ég held að flesti vita nú hver Usyk var. Það var nú alltaf stór spurningamerki bara hversu mikið hann myndi spila síðasta tímabil með Dusty og eitthvað. Og síðan var hann bara lykilmaður hjá þessu liði og spilaði held ég bara næst flestu leikina eftir Vatima eða eitthvað svoleiðis. Jú, bara eitthvað þannig. Ég meina, Usyk er líka bara sterkur. Hann er sterkur leikmaður, hann getur gert þessa flóknu hluti, loftfimleikana og það, en það sem ég myndi segja er hann veit hvað hann á að vera á vellinum. Algjörlega. Bins náttúrulega mjög sterkur á bekknum. Þetta er samt, sko, eitt með þetta lið. Við vorum að tala um það áðan eins og með Smára og Stjörninu og eitthvað svona. Þessir gæjar eru kannski múin að vera að spila hérna aðeins lengur. Já. En ég heldur séu ekki að spila leiki jafn mikið og kannski aðrir hérna sem við erum að sjá í deildinni. Þú veist, Bins er ekki að spila jafn mikið, myndi ég segja. Nei. Það var
leiðrétt mig. Bins er elstur. Bins er elstur. Bins er elstur. Bins? Bara Ok. ekki bara longshot ætla ég að segja, en Langelstur bara? Nei. nei, Það er ekki ekki svona. langelstur, en þar á eftir er einmitt Vatima og Vano. Ok. En í aðaliði þá er það Vatima og Vano. Já. Bins elstur á bekknum. En liðin eru tilbúin þannig að við ætlum bara að fá að skella okkur yfir í leikinn hérna eftir smá stund. En núna, já, við Bara erum bara beint- komnir í leikinn, beint þannig í að hann. spáið þín núna, go! 3-2, 3-4. 3-1, 3-5-4, ok, let's go, við erum komnir í þetta, við ætlum að spá báðir innan fyrir 3-4 þó að Rexi sé ekki á staðnum, við höfum svo mikla trú á Vex spilarunum okkar og Dusty núna að byrja að sækja, Vatima situr boltan innan fyrir fram að marki hjá 3-4 Vex þar að koma út, Crypto hittir ekki boltan núna Vatima enn og aftur, komin til Bjargar, reynslan að sína sig þarna er alltaf á góðum stað núna Crypto með mögulegan allar að spila hérna í gegnum þá en Dan gerir virkilega vel að mæta honum í loftinu og virkilega jafnt hérna en Dusty að sækja aðeins meira en til að byrja með Vex núna að reyna að búa tækifæri nær því ekki Dan hittir ekki boltan nú vel, PS þarf að komast í hérna bolta Úsik er hins vegar miklu fljótari og Crypto situr það fyrir fram að marki Vatima hittir ekki boltan almennilega nær ekki að setja það á marki og Dusty búinn að vera svo nálægt í að koma honum í markið en 3-5-4 í smá vesinni til að byrja með. Algjörlega Úsik núna heldur pressinu áfram, Vex nær hins þetta burt, Crypto kemur svo aftur fyrir, Dan er óþægilegur, kemur svo aftur í hotni sitt, fylgir boltanum, Vatima kemur svo aftur fyrir, PS kemur Vex til Bjargar, núna Úsik ætlar að koma sér fyrir markið, Vex kemur sér beint út á Crypto, Dan verður þetta út núna, Vatima heldur pressunni, þung pressa hérna á 3-5-4, Úsik sendingin yfir á Crypto, Crypto poppar sér upp, PS fyrstur í lofti nær tvísmellunni hérna í hotni á Dusty, Crypto í lofti í sín megin vallarhelming, tekur þetta rólega niður á Úsik, núna Dan með boost, Úsik nær snertingunni í burtu, Dan nær ekki sendingunni á PS, hættulegu bolti, Vex mætti tilbaka, Dan nær að komast fram hjá Crypto, Úsik, þetta er klemma, Vatima er tilbúin tilbaka og kemur sér upp að sjálfa sig á hliðavegnum, PS í hotninu móti Vatima, Crypto tekur boltan upp vegginn, Vex fljótur að mæta, Úsik núna bara beint á PS, Vatima með pressuna fyrir Dusty, Dan reynar að koma þessu aftur og sjálfan sig af veggnum en Úsik situr þarna eins og Hákarl bíður eftir bráðunni sinni. 3-5-4 og Dusty virkilega jafnir hérna til að byrja með Dusty líklegri samt og er að reyna að koma hérna einn Crypto þarf að fara í 2 varnarmennana til að reyna að koma náðunum ekki það núna með smá tækifæri en ekki nóg boost til að halda þessu gangandi PS núna ekki með neitt boost en gerir þess að klemmi virkilega vel en Crypto las þetta fyrir löngu Dan og Vex að lenda hana saman, þetta er hættulegt 3-5-4 er ekki alveg tilbúinir í þennan leik voru ekki komnir í rétta gírið náttu eftir að fá sér Red Bull þegar þeir fóru inn í þennan leik af því að Dusty ætlar að sækja núna Dan, núna loksins kemur honum yfir á PS aftur upp en Dan ekki mættur í þetta var ekki með boostið, Crypto enn og aftur mættur til að sitja þessa pressu Úsik nær ekki að vera á undan PS gerir virkilega vel að losa hann og loksins alla leiðina yfir en Vatima spilar þetta yfir á Crypto situr á það á markið og nær markinu Vex ætlaði að reyna að verja þannig bolta Crypto sagði bara nei ég ætla að skora loksins tók það 3 mínútur Dusty búinn að vera miklu betri aðilinn hérna til að byrja með í fyrsta leiknum og 3-5-4 þurfa að finna einhver svör Algjörlega núna, einmitt eins og sagðir 1-0, 2 mínútur eftir, hættulegu bolti af kickoffinu Úsik, nær til boltans rétt svo Dan flaug fram hjá boltanu núna, PS er aftastur, Crypto upp á mótunum, nær flippinu, niður á Vatima Dan, nær að komast í veg fyrir þetta, Úsik situr þetta á hliðavegginn, tortimingin frá Crypto poppar þessu, PS poppar þessu, reynir að finna Dan hérna, Dan ekkert búst á móti Úsik, flott 50, Vatima 1 til varnar, Vex, nær ekki góðu 50, Vatima upp hliðavegginn, kemst fram hjá PS, Dan vildi fá þetta á Vex sem hann nær á endanum, Crypto hættulegu bolti fyrir fram að marki á Dusty núna, PS heldur boltanum reynir að ná þessu nálægt sér, Crypto hættulega sendingina fyrir en þú veist, boltinn boppar bara hérna fyrir fram að markið og sleppa með skrekkin Já, 3-4 er ekki að finna tækifærin sem þau þurfa að glufa hann er ekki til staðar hjá Dusty, þeir eru að spila gríðarlega flóta varnarbolta þegar þeir fá hann í sinn helming og Úsik að spila boltanum
í loftinu þarna Vex. Aftur maðurinn sem er í vörninni hjá 354. Sjáu hvað Usyk gerir þetta vel. Situr hann að efri partin af bílum á boltan bara til að algjörlega loka Vex af. Mínúta eftir Dusty 2-0 yfir. Þeir ætla að taka þennan fyrsta leik. Crypto fer upp í lofti, ætlar að bæta við öðru marki strax. Situr þetta í stöngina. Vex ekki með svarið en það skipti ekki máli í þetta skiptið en nú hann mættur fyrir fram að marki þeirra. Nær ekki að sitja boltan yfir á PS eða Dan og Dusty eru algjörlega með vallaráðið hérna. Við erum alltaf með boostið og Dan núna reynar að sitja boltan langt fram. Vatima fer í vörnina, situr hann yfir á Usyk. Usyk gerir þetta vel en Vex mættur í miðjuna. Dan núna með tækifæri. Þetta er eiginlega síðasta tækifæri eitthvað stráka. Þau þurfið að fara að skora hérna. Crypto núna með boltan hinn megin. Vex gerir þetta vel í þetta skipti. Kemur honum aðeins hérna lengra. PS núna þarf að mæta hérna hinn megin. Crypto gerir virkilega vel. Ætlar að slíta boltan fyrir fram á markið sem að Usyk tekur 3-0 Dusty. Þeir eru að sýna það að það er gríðarlegu munir á þessu 3-5-4 liði þegar Rexir er ekki á staðnum. Algjörlega, bara Dusty búinn að vera betra á öllum vígvöllum núna í þessum fyrsta leik að þessari viðureign en PS nær ekki réttu skoti, Vatima upp í loftinu en ég ætla eiginlega að segja að þetta sé naglinn í skúfuna. PS nær ekki seinasta skotinu, Vatima kannski, Crypto núna nær skotinu en boltinn rétt svo lendir og Dusty taka hérna fyrsta leikinn 3-0. Það var ekkert svar frá 3-4. Það var nefnilega ekkert svar frá 3-4. Sjáum það með þessa pínu í þessum. Það voru bara, já, engar vörslur í þessum leik. Nei. Bara, ég veit ekki hvernig það gerist, en það er greinilega bara, ef það kom skot á markið, þá var það eiginlega bara mark. 3-5-4 er greinilega ekki með nógu mörg að þeim. Nei, 2 skot, 1 varsla hjá Dusty og 1 í stöngina held ég. Já, 1 í stöngina. Þannig að Dusty að mæta hérna klálega sterkara til leiks. Við vorum, sko, við tókum mjög stuttan tíma í að spá fyrir leikinn. Já. En við hendum út bara 3-5-4. Já, það sem Hjarta sagði. Já, bara það sem Hjarta sagði. Ég sagði 3-5-4, 3-1. Þannig að þeir þurfa að taka restina af leikinum. Já. Þú sagði 3-5-4, 3-2. Já. Öfugur sópur. Já, vá. Okay. Ef það er öfugur sópur þá bara, hvað skal ég gefa þér, sko, eitt stórt knús eða eitthvað og kasta þér ykkur loftið. Ég tek því. En núna eru við mættir í leik númer 2. Sjáum hérna, Dan ætlaði að reyna að gera eitthvað en Crypto tekur bara boltan strax af honum og fer með hann sjálfur. PS gerir vel að losa hann en Usyk er mættur í þetta. PS þarf að koma nú lengra út, Vatima ætlaði að stela þessu en frábært spilana á 3-4 til að leysa pressuna. Vex núna í horninu, nær tvísmellunni, en ekki nógu gott. PS núna á móti Usyk. Usyk hefur mikið betur í þessu 50. Dan heldur pressuna áfram, Crypto er aftastur með boost af hliðarveggnum. Það er tortiming frá Usyk. Núna í loftinu, Crypto nær fram hjá einum. Boltinn lekur á línunni og Usyk með tappinn. Maðurinn er alltaf á réttu stað. Þú nefndir áðan, Usyk er gríðarlega vel staðsettur. Crypto er að búa til frábært tækifæri. Vatima er gríðarlega sterkur í vörninum þess mér finnst þeir allir vera með sitt hlutverk hérna í Dusty liðinu. Þeir spila miklu betur saman heldur þeir voru að gera hérna á síðasta tímabil. Þar var reyndar ekki Crypto á vellinum en núna sjáum við 3-4 reyna að búa eitthvað til en Usyk enn og aftur að koma boltanum hérna fram, nær bústinn í horninu. Ætlar að koma inn en Dan rétt svo nær að mæta þessu. Crypto hittir til boltan þarna. Vatima enn og aftur mættur til að bjarga honum. Usyk núna nær ekki að gera vel. Dan mætir hérna upp, nær samt ekki bústunni þarna. Er ekki með bústinn, nær að bömpa boltan. Næstu því núna Vex. Kemur sér bara upp á Usyk. Usyk heldur áfram hliðarveggnum með skoti. Núna Dan er, hann var aftarlega nær að sleppa með þetta. Núna Crypto úþægilegu bolti. Vex sleppur með þetta. 3-4 með tækifæri. Dan situr hann hérna aðeins lengra upp. PS situr þetta á marki. Crypto þarf að verja þennan Usyk. Kemur hann út. Núna Vex gerir þetta gríðarlega vel. Situr hann hérna upp í hornið. Þarf að koma hann hérna niður fyrir fram á marki. Gerir það. Dan situr á markið og 3-5-4 ná loksins að jafna þennan leik. Ná loksins markinu. Vex að gera svo vel þarna. Var búinn að vera
lenda í smá vandræðum í varnarleiknum í fyrsta leik en núna gerir gríðarlega vel hinum megin og býr til þetta tækifæri fyrir 3-5-4 og núna Dusty sem að þurfa að finna einhver svör 3-4 vilja náttúrulega skora fleiri mörkina strax eftir þetta kom á þetta tempo hérna PS kemur honum inn fram fyrir Dan gerir þetta virkilega vel, flippar honum í splána en núna þarf einhver annar að mæta Vex mættur og Vattema betri núna Dan hittir ekki boltan PS fer í boltan, hittir hann loksins Crypto kemur honum lengra út Vex ætlar að fara í boltan, núna boltin bara að skoppa og hoppa hérna fyrir fram að marki hjá Dusty og þeir einhvern veginn ná að bjarga þessu Crypto kemur þessu fram en nær ekki að nýta neitt úr þessu eða hvað Usyk næsti maður á bakvið og Vattema næsti maður á bakvið og núna Crypto aftur kóin og Vattema í loftinu situr það fyrir fram að markið en PS situr hann það lengra út og gríðarlega flott spil núna hérna hjá Dusty Núna Crypto leikur sem boltan fyrir fram að markið Vattema kemur svo út í horni flott 50 Usyk á móti Dan hefur betur Crypto fær boltan hérna í henduna flott dunk hérna frá Vex til að halda pressunni Usyk 100 boost af bakvöngunum sínum kemur svo fram í einum PS og bumpaður í burtu Dan upp á hliðavegginn flott 50 reynir að finna liðsfélaga Vex fór með honum upp PS núna einn eftir og þetta núna Crypto og Vattema saman í þetta Dan ekkert boost, lítið boost hérna hjá 3-5-4 en ekki á Dusty allar byssur hlaðnar þar og núna Crypto kemst ekki fram hjá PS ennþá ekkert boost Dan einu með boost hjá 3-5-4 nær hann að fylgja þessu, já kemst fram með Crypto hættulega skop núna fyrir fram að markið og Dusty Usyk uppi með boost PS upp á mótunum PS flott 50 en Vattema fljótur í boltan Vex upp hliðavegginn hefur tíma finnur Dan með skotið Crypto hættuleg bolti til að lenda fyrir framan Usyk verða til hliðar Dan núna í loftið með 100 boost nær einni snertingu, nær annari nær hann tvísmellunni, flott dunk hérna Vex upp í loftið, vill koma sér niður á PS en Crypto hreinsar þetta út Dan núna missir á boltanum en PS tekur þetta upp bakveginn sinn PS með allt boostið, ætlar að leika sig með Usyk en það gerir það, fer fram hjá Vattema líka boltinn á hættulegum stað hérna en Crypto kemur hann aðeins lengra út en þetta stór hættuleg Dan situr út á markið og Usyk ekki með svarið á línunni en nær ekki að bjarga þessu þarna var virkilega vel spilað Dan nær nefnilega bótið sem bolta hana og Usyk ekki alveg rétt staðsettur allur skriðstungin hjá honum að fara áfram þegar hann þarf að bakka allt í einu og 2-1 3-5-4 mínúta til stefnu og Dusty byrjar með boltan eftir kick-offið Vattema fær boltan í hendunar og í loftið við höfum ekki séð mikið alveg Vattema í loftinu flott 50 á Crypto með sendinguna fyrir það er bara Vex sem að reynir að finna Dan hinum einn Dan með negluna fram það er bara Crypto tekur þetta þægilega upp vegginn á sjálfan sig fær ekki flippið en Vattema kemur hann til bjargar núna 3-4 á bakfætinum en Crypto heldur pressinu áfram, reynir að komast fram hjá 2 lítið boost, PS einu með boost af 3-4 Vattema heldur pressinu, Dan reynir að komast til bjargar nær 3 en pressan er ekki búinn fyrir núna þegar Vex nær að neglu sig en Crypto reynir að finna Vattema en Dan fljótar til með skoti Vattema verða út, þar er Vex reynir að finna PS með skotið Dan tekur þetta á hliðavegginn, reynir að finna PS á miðjunni, hann missir rétt svo boltanum Crypto mögulega með tækifæri núna, nei, Usyk verða að halda svo lífi, Dan með skotið 3-1, 3-5-4, við erum með leik. Við erum með leik, loksins viðureign sem að fer ekki í sóp, þurftum bara 6 til að komast þangað en 3-4 og Dusty að sýna okkur alveg viðureign hérna 1-1 en það þýðir að öfugi sópurinn er ekki að fara að vera sannur en það gæti enda verið að mín spá verði sönn sjáum hérna fullt af mörkum frá Dan, hann er með 7 skot og 3 mörk það eru mun fleiri vörslur í þessum leik, mun fleiri skot þetta var mun hraðari leikur, meira akkurat af fólki að hitta á markið en það já, telur allan að mun meira þetta skiptið. Fólk var kannski ekki voða sátt eða eru með Dusty og 3-4 menn í fantasy-liðinu við fyrsta leikinn þar sem það var ekki alveg stigahæsti leikurinn en samt skemmtilegt að sjá hvernig þetta fer fram og tilbaka og hver á breytingin frá fyrsta leik yfir í annan leik hvað er það sem að 3-4 náða að taka yfir?
mér fannst bara sem einstaklingar voru þeir bara allir mikið ákveðnar í boltan. Við sáum það þeir náðu að mynda pressu á Dusty mennina. Jú, þeir voru kannski 3 að fara stundum í boltan samanlagt, en þá komu tækifærin hjá þeim út af því að Dusty menn eru svo vel byggðir. Núna leikurinn farinn í gang, Vex byrjar þetta vel, hættuleg bolti fyrir framan Dan með skotið. Hver var þetta? Vattima var þetta, en PES til að taka upp minnslunar þarna fyrir framan markið og Dusty og kemur 3-5-4 mönnum yfir eftir 10 sekúndur. Langar líka bara að segja það að Vex lítur miklu betur út. Það eins og hann hafi verið pínu sofandi í fyrsta leik. Hafi náð að vakna, hefur fengið sér Red Bull fyrir leik nummer 2 og komin að stað núna. Vex akkurat með boltan, neglir honum hérna fram. Crypto þarf að gera vel hér til að losa hann. Dan situr þetta hérna út, en PES snýr í vitlausri átt og núna Vattima situr þetta hérna fram á Vex sem að neglir honum yfir völlinn. Crypto með boostið, en lendir í smá vandræðilegri stöðu hérna. 3-4 eru allir tilbúnir hérna, hákallanir eru að fara að stinga og núna PES kemur honum hérna aðeins lengra fram, en ná ekki að búa til neitt úr þessu. 3-4 aðeins að missa tempóið hérna niður. Dusty að gera þetta vel, að koma honum hérna hægt og rólega fram. PES núna með tækifæri til að koma honum alla leið, kemur honum hérna yfir einn, en Usyk gerir vel, en Crypto hættulegum stað til að leika þið meðan Dan situr þetta á markið og þau fara 2 í þetta, en engin 3-4 maður tilbúinn strax aftur í næsta. Vattima nær að potunum hann út, Crypto kemur hann lengra og aftur í sjálfan boltan og núna Dan þarf að bjarga sig og gerir það. Usyk ætlaði að mæta hana, Dan rétt svo nær að hoppa fyrir fram á boltan og 3-4 sleppa með skrekkinn þarna. Crypto heldur pressinu áfram fyrir Dusty menn. PES núna einu með boost hjá 3-4 aftur og nær að leysa pressuna. Vattima klemman núna, Crypto hinum megin, en nær ekki alveg snertingunni sem hann vildi. Vex úr þakinu á móti Usyk gerir vel. Dan náðu ekki touchi PES, fljótar en Usyk. PES niður á Dan missir á hann. Crypto með eina snertingu, með aðra. Dan reynir að koma sér yfir á PES, nærði ekki. Vattima á móti Vex, Vex hefur betur. Usyk í loftinu, nær ekki snertingunni. Crypto kemur sér yfir PES. Ein tortiming, þar fyrir PES. Dan, 1 til varnar. Crypto sláinn inn. Var þetta ekki flip-reset? Sjáum það hérna. Crypto í loftinu, tortimingi frá Vattima. Crypto með flippið hérna. Nær einhvern veginn. Hvaðan kemur þessi kraftur? Þetta var flip-resetti sem að bjóð til þennan kraft, gríðarlega vel gert, og Crypto að sína að þeir höfðu betur mátt sleppa því að missa þennan mann. Að sína algjör að takta hérna á móti sínu gamla liði. Þetta Crypto á móti heiminum hérna, en núna 3-4 að reyna að sækja. Usyk gerir virkilega vel, situr þetta yfir á Crypto sem að situr þetta beint á marki. Hvað var þetta spil? Vá! Usyk með negluna hérna yfir, líkt því sem að Vattima gerði á hann, en núna Crypto í loftinu fyrir fram að marki, tilbúin að setja það bara beint inn sem hann og gerir. Núna staðan 2-1 fyrir Dusty í leik nummer 3. Þetta orðið gríðarlega spennandi hérna 3 mínútur eftir, að nóg eftir fyrir fullt af mörkum. Crypto kemur honum hérna lengra fram. Dan tekur á móti þessu, hægur bolti samt. Usyk og Vex fari í 50 í loftinu. Vattima situr hann hérna niður, spilar hann áfram, ætlar að gera það bara sjálfur með ekkert boosting, kemst ekki nógu langt. Dan núna í loftinu með boostið, fer í resetið en nærði ekki. Usyk núna kemur honum hérna út, en Vex á hliðarvegginn, á sjálfan sig. Crypto mætir honum, PES næsti maður. Usyk tekur á mótunum hérna á bakveggnum, ætlar að koma honum hérna rólega niður, en Dan mættur á svæðið. Engin annar til að hjálpa honum hins vegar. 3-4 frekar aftarlega hérna, ekki með mikið boost. Þetta stórhættulegt spil, allir Dusty með boostið, en núna gera það virkilega vel. PES og Dan að spila hérna á milli sín, ná að gera þetta einhvern veginn. Vattima þarf að bjarga þessu og núna Vex næsti maður í boltan, en Crypto tekur á móti þessu og 2 mínútur eftir. Núna Dan reynir að koma þessu á sjálfan sig. Usyk mætir honum, Dan á PES. PES nær ekki að feika Vattima, boltinn hengur hérna í lausu lofti. Vex niður á Dan hittir ekki. PES í loftinu. Núna nær ekki sendingunni niður. Crypto þarf að gera vel, gerir þetta frábærlega. Usyk núna, flott 50. Crypto bumpar hann á Usyk. Dan með döngið á Usyk. Vex í loftinu og núna PES, hvað gerir hann? Hann fær flippið og nær hann öðru. Já, Usyk fljótur að mæta að stoppa þetta. Dan með sendinguna inni. Vattima nær að verja þetta út. Núna pressan á Dusty. Crypto
er með boostið, er með flippið, kemst fram hjá Vex, Dan þarf að mæta þessu fljótt, nær hann því, já hann nær skotinu, Vatima með sendinguna út, en það er bara Vex hittur þetta í hotnið, núna Vatima nær hreins þetta aftur og pressan að leysast á Dusty menn. Núna mínúta eftir 3-4 þurfa að finna þetta núna er tækifærið, PES ætlar að fara alla leið, ætlar að komast fram hjá Krypto sjálfur en gerir það ekki. Vex núna situr hann upp á hliðina, Úsvík er ekki með boost til að fylgja þessu eftir. Vex situr hann niður og Dan sem er með allt boost í heiminum, ætlar að gera þetta sjálfur. Vatima hins vegar svo flottur í vörninni, stoppar þá strax 3-4, halda áfram að pressa upp. Þetta er síðasta tækifæri strákar núna, 30 sekundur eftir. Dan er með tækifæri en er ekki með boosti til að fylgja því eftir. PES hittir ekki boltan en það liggur fyrir framan Vatima sem að rétt næra bjargfjörsöknin í 50 sem að neglir þessu núna fram. Krypto með boltan í loftinu, ætlar hann að gera það sama á það? Nei, Dan næra kominum aðeins lengra hérna út, Úsvík neglir honum upp í loftinu, Vex situr hann niður fyrir PES og PES hittir boltan en Vatima á réttum stað. Þessi maður er gríðarlegur í vörninni, 5 sekundur eftir, boltinn í bakvegginn. Vex núna neglir honum upp. Það má ekki detta niður en Úsvík gerir akkurat það eða hvað. Vex næra bjargfjörsöknin, setur þetta aftur upp í loftið en Vatima er tilbúinn í þetta og skorar fyrir Dusty til að klára hennar leik. Hann segir bara takk fyrir mig Vex og gerir þetta gríðarlega vel. Sjáum þetta, maðurinn sem er með 7 vörslur í þessum leik. Vatima er að sýna okkur hvernig á að vera varnarmaður og já, stendur þar, já, 6 saves, 1 epic save sem hann gerir að 7 vörslum. Sjáum það, hann er langhæstur í vörninni. Ef einhverju er með hann í varnarlínunni sinni í fantasy-deildinni er hann örugglega hoppandi og gleði núna. Hann er hoppandi kátur. Já, Pringles-dósin er örugglega öll tóm eftir hérna læti í mönnum en 2-1 fyrir Dusty. Við erum að fá alvöru leiki hérna fram og tilbaka. Dusty að taka núna aftur komnir yfir. 3-4 þurfa náttúrulega að finna 2 leiki en spurning hvað þeir geta gert núna. Dusty komnir kannski í frekar þægilega stöðu. Já, svona helsta sem að ég hef verið að taka eftir er það að 3-4 er alltaf búin með boostið sitt. Já, algjörlega. 3-4 ekki búin að vera nógu duglegir að fara bara akkurat í þessu stóru bústi eða kannski bara hreinlega að keyra í gegnum minni bústin. Það er ótrúlegt hvað þú getur fengið mikið með því að keyra í rétta línu í gegnum völlin. En núna eru þeir að byrja sterkt, situr hérna í vegginn og Dan ætlar að klára þetta og gerir það. 3-4 er að byrja leik númer 4 sterkt með Vex hérna, situr í vegginn og Dan fær að klára þetta í rólegheitum. Það sem að þeir náðu einni tortímingu 5 sekundur inn og 3-4 komnir 1-0. Þetta var frábært fyrir 3-4, fínt að fá þetta forskot strax í byrjun. Kannski náðir öðru, núna Dan nær hann að koma fram með Krypto. Já, hann var að bakka og að 50 á móti Úsvík. Vatima er að bakka sjálfur. Skotið fast frá PES, Vex fljótur að fylgja, annað skot. Úsvík verða til hliðar, núna lítið búst hjá 3-4. En Dusty er að slappa með skrekkinn. Pressan heldur þó áfram. Úsvík nær ekki fram hjá Dan. Vatima nær að poppa þessu upp á sjálfan sig hérna, snertingin út. Vex situr þetta upp á sjálfan sig, reynir að finna liðsfélag á miðunni. Það er bara Úsvík, flott 50 á PES, dettur í hendurna á Vatima, flott bump hins vegar á honum, þannig að tími fyrir Dan, flott 50 á Vatima. Vex grípur boltan, núna skot, PES með boost, með tíma, flippar sig upp, frekar snöggur að því Vex upp á móti Krypto. Vex hefur betur, Vatima er með boostið. Dan hins vegar fljótur upp, nær flippinu, er það tækifærið, bumpið á Krypto! Bumpið kemur þessu inn. Vex hérna. Fær samt markið. Býtu, Sjáum hérna, já, rétt hótar með rassinum á bílnum hérna til að fá markið af Dan. En 2-0 staðan fyrir 3-4, þetta var frekar skemmtilegt mark til að koma þessu aðeins lengra inn og það er bara mínúta búinn. PES núna með gott tækifæri, stelur boltanum og situr það beint fyrir fram á markið sem að Krypto þarf að koma burt. Kemur hann núna hérna út, Dan neglir boltanum hérna aftur í hornið. 3-4 eru ekki hættir að skjóta. Núna Krypto upp í loftið á bakvegginn. Dan ekkert búst, nær hreinsunni út. Úsvík tekur bara bústið og fer tilbaka, fær boltan í hendunar að kaupæti. Nær ekki, nær góðu snertingu. Vex heldur pressunni, Krypto
kemur þessu út, flott 50 á móti Vex, núna Dan nær hins þetta út til hliðar, þar Vatima með sendingun á Crypto nær ekki að nýta þetta, Vex ekkert boost, Usyk fyrstur í lofti í þakinu með blippið, hann með bumpið, hver var þetta, Vatima poppar þessu út á Crypto, en wow, 3-5-4 eru með allt í lás hérna í markinu, Usyk núna móti Dan, flott 50, Vatima poppar þessi hátt upp, Vex upp í loftinu, setur þetta hliðar, en þar bara Crypto með boost, með tíma, með þakið, með blippið, núna Vex kemur þessu fram hjá honum, Usyk heldur pressunni, Vex kemur þessu niður, aftur Usyk skotið, Dan verða í stöngina, núna Vex og PS hjálpast að, það engin döstimaður tilbúin í þetta, Usyk yfir á Crypto, en það bara PS fljótur að komast í veg fyrir sendinguna, Dan kemur þessu fram, PS fylgir þessu Crypto, það allt opið, Usyk fer hann í bumpið, nei, núna Vatima með boltan í hendunum með skotið, Vex bumpar, hann samt vörslunni, Crypto heldur pressunni, Dan reynir að leysa þetta, núna Usyk poppar sig upp á sjálfum sig, hann feikar flippersettið, sér Vatima á miðjunni, nei, það Crypto í tvísmelluna, Dan nær snertingunni, Crypto nær hann komið sér út á einhvern, nei, 3-4 ná einhvern veginn að sleppa með þetta. Ótrúlega vel gert hjá 3-4 að ná að halda markalausu hérna og núna tækifæri kannski fyrir akkurat 3-4 að bæta í, Dan kemur honum hérna alla leiðina upp, en PS næsti maður situr hún í bakvegginn, Vatima missir á boltanum eða hvað, Vex tekur á mót honum hérna, Crypto missir af honum, Usyk sem betur fyrir næsti maður fyrir bakvið, Crypto ætlar að sitja þetta á sinn mann, en situr hún þar á beint á PS sem hann kemur hérna lengst fram, núna Dusty með smá tækifæri, Dan spilur þetta vel út, PS ætlar að gappa Crypto hérna, hvað gera þeir mætast inn í loftinu og Dan næsti maður til að taka á móti, kemur hérna áfram á PS á markið og Dan klárar þetta, PS að gera gríðarlega vel þarna, sjáum þetta aftur, Dan situr hún yfir á PS situr hún á slána hérna og Dan fótar þessu inn, Vatima ekki alveg ná hátt uppi til að bjarga þessu, 3-4 komnir 3-0 í þessum fjórða leik, þeir ætla að fá 5. leikinn hérna á þessu gríðarlega spili, þessi tvö lið eru þekkt fyrir að vera jöfn, en við erum að fá akkurat ástæðuna af hverju hér og PS að sitja fyrir framann markið, Dan að leika sér eitthvað hérna í loftinu en nær ekki að setja þetta á markið, Vex kemur honum hérna til hliðar, PS áfram upp, Usyk missir af boltanum, Crypto núna í horninu, ætlar að koma sér út en Vex nær að koma fyrir og Dan mætir Vatima en Vatima hefur betur þarna að Vex hins vegar nær að potanum hérna lengra inn og Dan situr þetta í vegginn og Vex næsti maður, hittir ekki boltan, PS fyrir í hann og Vatima bjargar sér á línunu og Usyk kemur honum út. Núna innan við mínútu eftir, Dan situr þetta aftur á markið og Crypto nær að verja og Vex aftur inn. 3-4 hætta ekki pressunni en núna loksins ná Dusty að losa þetta og það eru 30 sekundur eftir fyrir Dusty til að gera eitthvað. Crypto núna í loftinu, það tækifæri, það sending, Usyk nær ekki á markið, Vex núna kannski skyndisókn fyrir 3-4 að komast í 4-0. Dan backflippar Crypto til varnar, nær að koma þessu upp hliðavegginn á sjálfansi, það Vex fljótur að mæta þessu boltinn, hengur fyrir fram að markið, Usyk neglir á Dan poppar þessu upp en enginn tilbúin í að fylgja þessu, Dan feikar Crypto, Usyk lætur ekki feika sig, núna hafa Dusty menn tækifæri, Vex nær að verja skoti frá Usyk, PS núna tekur þetta rólega, fær flippið, fær snertinguna, Crypto flýgur fram hjá Usyk, boltinn í lausu lofti, Vatima kannski einhverja sárabætur, nei og boltinn lendir þarna niðri 3-0, 3-4 í leik 4, það 2-2. Það 2-2, við erum komnir í ótrúlega viðuregn, sjáum þetta fara fram og tilbaka, það aftur Vatima með fullt af vörslum, ekki nógu mörgum eins og síðast, sjáum hana 3-4 allir með mjög góðar tölur allstaðar einhvern veginn og við erum að fara í 5. leik í fyrsta skipti á þessu hausttímabili. Já. Við erum náttúrulega bara búinir að sjá sópa hinga til, þannig að fá hérna leik númer 5 á milli þessa risa svo gaman að sjá. Ég er búinn að vera að bíða eftir þessu en þá við erum náttúrulega búinir að spá fyrir þessu. Þarna spáði mín fór náttúrulega í ruslið þegar Dusty vann leik nummer 2. Já. En spáði mín gæti ræst ennþá fyrir utan en hann hrópdrömmi. Þú bætti því bara við þegar Dusty var komið 1-0 yfir. Já. Það var bara svona stemming. Það var stemming. Þetta stemmingfettið sko. Við vorum að tala sópa og þú veist eitthvað, já við förum í öfansóp.
Þú sagði það aldrei til að byrja með, þannig að Nei, spáin já. þín ennþá til staðar. En ég einhvern veginn sé ekki hvernig munurinn leik til leiks, hver að gera hvað. Mér líður eins og bæði lið einhvern veginn mjög sterk, en það vantar einhvern veginn kínu upp á það hérna í síðasta leik hjá Dusty að klára tækifærin sín. En við sjáum hvað gerist núna. Vex að byrja með boltan hérna upp í hornið, ætlar að setja hann beint fyrir fram að markið sem að Dan allt of aftarlega til að taka á móti og Usyk kemur honum hérna lengst fram sem að PS þarf að pota hérna út í horni og þar Vatima mættur til að halda þessari pressu gangandi en Usyk fær bara boltan lengst aftast á sig. Dan núna tekur hann hérna yfir Usyk, kemur honum fram hjá Crypto, kemur honum inn fyrir markið en Vex nær ekki að klára þetta, Dusty einhvern veginn rétt náða að sleppa með þetta og PS nær að mæta hann upp í loftið, fara reynda 2 upp en PS hendur þessu bara gangandi sjálfur, allar að gera það bara 1 en Dusty nær að bjarga þessu. Usyk núna rétt, svo kemur hann út, PS á markið og Dan hittir ekki boltan. PS reynir að spila aftur út á Dan sem að nær ekki boltanum. Vex núna með tækifæri flýgur upp, einn á móti Usyk eða hvað, Crypto kemur en Vex klárar þetta og bara rétt áður en að mínúta búin að leiknum þá 3-5-4 komnir aftur yfir. Ég held að Vex bjóst hana pínu við að Vatima myndi ná sér. Hann hætti aðeins að bústa þarna en Vatima ekki nú hraður til að ná honum. Usyk bara í leiðilegri stöðu, lítið. Það er svo mikið af möguleikum sem að Vex getur hendi hana. Hann getur farið í flipprisetti, hann getur feikaði niður, hann getur gert svo mikið. Núna Usyk kannski til að svara, finnur Vatima með skotið. PS verða út til hliðar, fylgir boltanum hérna eftir, með bústi fyrir neðan sig, nærandi, nei, Vatima núna 50, flott, Vex að bakvögnum sínum, tekur tíma, sendingin bara beint á Usyk, hættulegt skot, PS verða til hliðar, Dan, nær að fylgja boltanum, flott, 50 á móti Crypto, boltinn á Vatima sem neglur sig til á bakvögginni hjá þeim, PS gerir vel, fylgir boltanum hérna nær 4 snertingum sem svo mikilvægt þarna, Vex núna, reyna að leysa pressu, Crypto heldur sig áfram, Crypto núna missur hann frá sig, Dan upp í loftið, Usyk fyrstur í þetta, finnur Crypto á hliðaveggnum, Crypto núna í loftinu, með boost, með flippið, Vex verða út, nú var Vatima aðeins og framalega næra grípan til að koma sér til hliðar og fylgjónum, næra sendingunni inn á miðju, það bara PS, núna Dan á móti Usyk, PS með tækifæri, seinast þegar ég vissi þá opið, tvísmellan, niður, Vatima verða núna, Vex kemst ekki fram hjá Vatima poppar sig upp, Dan heldur pressinu áfram, kemst fram hjá einum, núna Crypto aftastur með negluna fram, þar Vex, svipa sett upp á áðan en finnur ekki Dan, Vatima neglur sér í burtu og 3-4 með boltan í sinum eigin vallarhelming núna. 3-4 með annað tækifæri, Dan poppar honum hérna fram, Vatima kemur honum hérna í miðjuna, PS tekur á móti boltanum, Crypto að reyna að passa upp á hann, fær ekki lengra með hann, Dan tekur síðan á móti boltanum hérna og reynar komið við hérna lengra, Crypto hins vegar mætir svo fljótt upp í loftið, PS neglur honum hérna yfir og á Vex líklegast en Usyk mætir á undan, núna Vatima kemur boltanum fram en setur hann bara beint á Dan og Crypto tortíndur en Usyk nær að bjarga þessu, Dan kemur honum aftur bara beint á Crypto og Vex þarf að bjarga þessu, það var hættuleg sending hjá Dan en hann kemur síðan aftur í vörn eða hvað, Crypto nær boltanum og jafnar leikinn fyrir Dusty. Sjáum þetta aftur, Vex reynir að koma hérna út, Vatima bjargar þessu, Dan reynir að koma lengra en Crypto mætir þar sem að Dan hitti ekki boltan almennilega. 1-1 í þessum leik 5, það alltaf tæpast að vaði, 2 mínútur og 15 sekúndur eftir, flott kick-off fyrir 3-4, Vex fær bústi í horninu, Vatima aftastur og 1, næra verið þetta út, núna Vex poppar þessu hátt upp, PS með þetta, snerting, flott, en Usyk verða út til hliðar, tortimingin frá Crypto, gerir vel til að leysa pressu, Dan heldur þessu á vallarhelming Dusty, Vatima flippar yfir Dan, núna PS á móti Vatima, flott, klemma niður, dettur í hendurinn á Vex, Vex reynir að finna Dan hérna hinum megin, það bara Usyk sem hann neglur sig tilbaka, fylgir boltanum hérna af Crypto með tækifæri, með skotið, núna það framhjá Dan upp liðavegginn á móti Vatima lætur taka sig þarna, Crypto missir á boltanum, Dan á móti Usyk, flott varsla þannig hjá Usyk, Vex kemur sér inn á miðju, það Crypto sem að verða aftur á Vex, boltinn núna 3-4 megin, Dan með tíma með boost, tekur þetta rólega, fær flippið, kemst fram hjá Usyk, núna Crypto neglur sér hátt upp, PS aðeins og framlega, Vatima með stjórn á boltanum, ekki nægilega gott touch, Usyk kemur sér út til hliðar, það bara Dan sem neglur svo miðjuna, PS var ekki tilbúin í þetta, núna
3 Dusty menn á móti einum Vex en Valdimar næri ekki snertingunni inn á miðju Dan leysir pressuna og 3-4 að mynda sér einhvern veginn sókn hérna. Mínúta eftir, annað liðið þarf að finna markið og Dan situr þetta á markið hérna, Valdimar rétt nær að bjarga þessu. Gerist þó fljótt hérna, Dan aftur með boltan en ekki með boostið, Úsík fattar það. Vex nær að potanum samt aftur á markið, Krypto þarf að verja þennan út. Núna næsti maður Krypto, bara tortímdur, þeir vilja ekkert leyfa honum að spila hérna upp. Þeir eru skítrættir við sinn eigin gamla liðsmann en Vex kemur honum hérna aftur aðeins út. Dan núna spilar honum hátt upp. Hver næsti maður til að ná honum? Úsík kemur honum hérna til hliðar. Dan mættur aftur með boosti, gerir þetta sjálfur! Setur þetta í bakvegginn, fer í tvísmellina. Sjáum þetta aftur, fer hérna upp í loftið, í bakvegginn og aftur í markið. Þetta var gríðarlega vel spilað á sjálfan sig. Dan býr þetta algjörlega til 1 til að koma sínu liði yfir 2-1 þegar 20 sekundur eru eftir. Núna þurfa Dusty að finna markið. Valdimar kemur hérna upp á hliðina, nær ekki betra tössu en þetta. Krypto reynir að bjarga sig en Dan kemur honum hérna upp. Úsík kemur honum til hliðar en Vex situr þetta fyrir fram á markið. Valdimar, þú ert að gera klúður á síðustu sekundum! Þetta er ekki það sem við erum búin að sjá frá þér alla viðureignina. Flottasti maðurinn í vörninni að gera mistök á síðustu sekundum viðureigninar. 3 sekundur eru eftir því að 3-4 eru 3-1 yfir. Dusty þurfa að skora kick-off goal núna og það gerist ekki sem að þýðir að 3-5-4 er að klára þessa viðureign og Valdimar næstu búinn að skora sjálfsmark til að klára þetta enn verr en þetta var gríðarlegur endir á fáránlega flottir viðureign maður. Jesús Kristi, röddin mín er að klárast. Ég er búinn að vera að drekka Red Bull hérna allan tíman til að reyna að halda hálsunum í gangi, sko. Þetta var rosalegt. Við sjáum nú ekki mikið af mistökum frá Valdimar í vörninni eða bara svona í praktískum hlutum en þetta var dýrkeypt. Þetta var hrikalega dýrkeypt. Þeir voru náttúrulega undir en áttu möguleikann að komast tilbaka. Þegar þetta mark kemur þá var það eiginlega bara algjörlega lokað á þá. 3-5-4 virkilega vel spilað. Það er náttúrulega smá kannski heppni til að spilast með þeim þarna í endan en það er náttúrulega bara partur af leiknum. Já. Og Dusty, mér finnst þau vera að spila svo miklu betri bolta heldur en ég sá það vera að spila allt síðasta tímabil með Rexer. Já. Mér líður bara eins og þessi 3 séu að spila mun betur saman. Valdimar er klárlega mættur betur til leiks finnst mér heldur en á síðasta tímabili. Algjörlega. Það gæti finnilega verið að hann sé byrjaði loksins að spila eins meira 3 heldur en 1s. Já, hann er bara þekktur pínu fyrir að vera 1s leikmaður en hann var þarna, hann var meira hann var til staðar einhvern veginn. Hann var alltaf, við sáum hann, hreinlega stiltu sér bara þannig upp að hann væri aftasti maður. Já. Og hann gerði það bara gríðarlega vel í gegnum alla leikina að vera aftasti maður fyrir utan þessi einu mistök. Og við sáum hann akkurat, hann spilaði þessa klemmu yfir á Krypto og Úsík gerir síðan það sama fyrir Krypto. Krypto er að nýta, hann er að njóta sín svo vel að vera með þessa menn bakvið sig hana. Hann er að búa til einhver tækifæri, hann er að koma sér fram. Úsík og Valdimar eru hana til að vera til staðar og þeir gera það vel. 3-5-4 áttu bara betri dag. Þetta hefði getað farið báðar leiðir. En fyrir þér, hver var man of the match hjá 3-5-4? Jesús Kristi. Svona í þessari viðureign. Og það ég í rauninni... Ég er bara ekki viss, sko. Þú veist, mér þætti klárlega einhvern veginn... Mér varst Vex bara koma svo vel inn. Fattarðu, fyrsti leikur var erfiður, en hann gerði það rosalega vel að vera þar sem hann þurfti að vera en hins vegar, þú veist, ég ætla að segja Dan fyrir mér. Ég akkurat Vex gerir of mikið af mistökum í fyrsta leiknum og pínu fannst mér hreinlega að hafa tapað þannig að fyrsta leiknum bara af því að hann var ekki vaktmaður sem er náttúrulega bara mjög eðlilegt. Þú ert að koma inn í sem að varamannabekknum í liðið, þú ert að fara að spila á móti eitt af toppliðunum. Það er ekkert eðlilegra heldur en að vera bara pínu ekki alveg með á nótunum þegar þú ert að koma inn í fyrsta leik. En Dan algjörlega virkilega flottur er náttúrulega
talin vera flottasti leikmaðurinn í 3-5-4 fyrir utan kannski Rexer í dag en Já. ég samt að vera gríðarlega sterkur leikmaður og sýndi það virkilega vel í dag. Við erum að fá uppfærða stöðutöflu hérna hjá okkur til að fara yfir þetta. Við fáum það kannski bara á skjáinn sjálfan. Það náttúrulega Þór á toppnum eftir 2 sópa. Nei, þetta ekki uppfærð staða. Jæja, þá eftir að uppfæra þetta drengi minn inn í stúdíói. En ég skal segja ykkur nákvæmlega hvernig þetta er. Ég með það í hausnum. Ertu með það? Já, Ertu með það? Þór núna í fyrsta sæti með +6 og 4 stig. Já. 3-5-4 í öðru sæti með 6 stig en bara +4. Já. Dusty í þriðja sæti. Þetta breytist eiginlega ekki neitt. Nei, nema bara plúsan í rauninni breytast. Já, sko, og mínusan. Dusty náttúrulega ennþá með 2 stig og í +2. Ómon með 2 stig og í 0 í staðin fyrir -3. Stjarnan og Ravík eru bæði á botninum með -6 og 0 stig. Já, passa. Þannig að það sem þið sjáið hér í rauninni ennþá rétt. Þetta rétt lína. En við uppfærum þetta á skellinu náttúrulega á Liquipedia, það sem ég man ekki hvað það heitir, Rocket League pedia eða eitthvað. Já, þetta heitir liquipedia.net/Rocket League. Já, akkurat. Þannig að og það það mikið lengra þarna en ef þið eru á Discordinu þá létt að droppa í þangað, hvort að Step getur droppað þessi í Twitch-tjatti fyrir fólk sem vill skoða þetta og þar getur líka verið að skoða stöttin sem ég var að skoða yfir allt til að finna þessi fögt, finna, dálítið fyndið var pínu stillingarnar hjá Vano, við kannski geymum það til skemmtilegri tíma nema við viljum eitthvað taka það fyrir. Já, við kannski geymum það bara allavega í dag. Við erum búin að fara frekar vel yfir allt í dag finnst mér. Þetta búið að vera hrikalega skemmtilegu dagur þrátt fyrir 2 sópa. Það voru nú alveg, allavega 1 leikur sem að Stjarnan tók Þór alveg frekar refsilega en við erum að fá núna upp hjá okkur skipulag fyrir næstu viku. Þetta sunnudagurinn 21. september. Það Ravík gegn Þór til að byrja með. Dusty gegn Stjörnunni, 3-5-4 gegn Ómon. Aftur, ég held að Dusty leikurinn sé skemmtilegasti leikurinn af því sem við erum að fara að sjá hérna. Ég að búast við sóp hjá Þór og sóp hjá 3-4. Ég að spá Stjörnunni 3-1. Ég ætla bara að segja það núna. Þú ætlar að segja það núna að Stjarnan vinnur þetta? Og það af því að ég verð ekki hérna í næstu viku. Þetta spáin mín fyrir næstu viku. Þetta spáin þín fyrir næstu viku. Það sópur 3-1 fyrir Stjörnunni og sópur fyrir 3-4. Ég reyndar þá að búast við því að Stjarnan sé með Porsas. Já, Porsas inn á. Í staðin fyrir Skella þótt að hann hafi spilað gríðarlega vel í dag. Kom bara virkilega vel inn á og náttúrulega ungur og var með ekki gríðarlega öflugt lið akkurat í stórmeistara. Með sér þar en 3-5-4 líka verður þá vonandi með Rexer á líka sama þó að Vex hafi staðið sig gríðarlega vel eftir fyrsta leik. Algjörlega. En Rexer náttúrulega mun öflugur kannski á fleiri stöðum heldur en svona bara sem aftasti maður sem að Vex var pínu að spila í dag. Og síðan eins og ég talaði Mattim, hann var náttúrulega bara gríðarlegur aftasti maður. Þetta var bara besti varnarmaður sem ég hef séð í langa tíma hérna. Það var hann með 7 vörslur leikinn. Bara, eins og við sögum á hann, sá sem með hann í fantasíliðinu sínu hoppandi glaður núna. Og ef hann var í vörninni, cash-in þarna. Já, algjörlega. En við erum að fara að segja það gott hér í dag. Við ætlum að þakka öllum styrktaraðilum okkur fyrir. Þetta búið að vera frábært hérna fyrstu 2 vikunar. Ég verð ekki með ykkur í næstu viku en það verða einhverju skemmtilegi gestir sem að koma í staðinn og við verðum hérna á sama stað klukkan 2 næsta sunnudag. Ekki missa af.